Þannig að þú ert bara bókstaflega búin að taka leigubíl frá Mogadishu í Sómalíu með krana, lyfta hann upp, setja hann á skip, kargó eitthvað, sigla hann til Íslands og sleppa hann lausum hérna. Hvað heldur að sé að fara að gerast? Sko þegar þeir útskrifast úr ökuskólanum í Mjódd, það bara, þeim afhent bara taxamerki, posi og mælir. Og þetta allt gert í skjóli hopp til dæmis, af því að þeir að fara að sinna hopp-appinu, en þeir fá að vera með mæli og hopp-app svo öruggt, það á ekki geta klikkað, en vandamálið bara það að það búið að láta posa milli sætana, mæli í spegilinn og taxamerkið á kominni. Og nú þeir komnir inn í raðin hjá okkur, beint frá Sómalíu, beint frá Pakistan. Þannig að við erum sérstætt 3 bílstjórar á landinu sem getum ekki stunda atvinnurekstur í Keflavík út af sómalska genguninni í Keflavík. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið Alvörubón, Ljárdalur.is, Bæjarins bestu pilsur, Polsen og Happy Hydrate. Nú ef þú ert að hlusta á þetta núna í opnu streymi, þá getur þú farið inn á pardus.is/einpæling til að fá þennan þátt á undan öðrum, samhliða því að fá hann án auglýsinga. En snúum okkur á þættunum, gjörið svo vel. Friðrik Einarsson, Taxi Hunter. Hvað segirðu gott? Ég bara þakka leyfi. Það ekki? Allt að gerast. Allt að gerast? Já, svona einhver hreyfing. Einhver hreyfing. Ég ákvað að bjóða þér í kaffi út af því þú varst búin að missa kaffistofuna þína. Ég má nú ekki eyða miklu tíma þannig í Keflavík. Ég er búin að vera bannið 15 mánuði. Já. Og ég hef bara 10 mínútur. Ef ég sest nálægt flugstöðinni, þá hef ég 10 mínútur og þá hefur Úlfar Lúðvíksson yfirleitt búin að koma að ná í mig. Draga mig út af svæðinu eða ég hlaupandi út af svæðinu með unga lögregluþjóna eftir mér. Þannig að ég hef ekki haft tíma í 15 mánuði til að bara yfir höfuð bara fylgjast með hvað í gangi hérna í kaffihúsinu. En við mistum kaffihúsið fyrir 2 mánuð síðan, bara strax. Það var bara tekið yfir strax. Og ég man hann það fyrsta sumarið, bara því þú minnist á kaffihúsið að ég man fyrsta sumarið, 2023, þá var ég ég man að ömmurnar voru alveg brjálar. Ég var alltaf í slagsmálum þannig fremst í röðinni því að það var allt vitlaust fremst í röðinni og svo svona hálfan fótboltavöll í burtu frá byggingunni, frá fremstu bílum í röðinni. Þar var kaffiskúrinn okkar og ég man að ömmurnar kepla alveg grjótharðar ömmur, það voru alveg brjálar af því að það var alltaf verið að stunda bænahald og þannig að þetta gerðist alveg fyrir 2 árum síðan. Já, þú ert að fara alltaf geist á stað hérna, sko. Við erum að tala um þess að Ég hef frá svo miklu að segja, ég get ekki beðið með að komast út með þetta, sko. Við höfum líka nægan tíma, sko. Við erum að vísa í, sem sagt, kaffistofu leigubílstjóra sem að var tekina svona yfir af erlendum leigubílstjórum og breytt í bænahús. Nyrsta moska í heimi einhver sem heldur Egil Ármannsson. Það voru afskaplega heimskuleg ummæli og vitlaus og bara fóðra réttrúnaðina því að ég kem nú sjálfur frá réttrúnaðinum og þegar ég vaknaði upp og ég sá þessi ummæli ekki segja svona því að nú veit ég að Magga frænka og Egill Helgason og allir byrja að setja út að það náttúrulega moska rétt fyrir norðan. Það er moska í Reykjavík og það eru moskur Það eru 2 moskur í Reykjavík. Já, það er 2 moskur í Reykjavík og svo náttúrulega í Norður-Noregi og Svíþjóð og komandi frá réttarunum sjálfur, sko, þú mátt ekki segja svona. Þetta er fallbyssufóður, þetta eru fallbyssukúlur til að skjóta okkur í tætlur, sko. En til að setja þetta aðeins meira samhengi líka, þá ert þú sem sagt leigubílstjóri sem hefur verið að keyra eitthvað svo lengi? Ég sem keyrt allt í allt svona kannski 5-6 ár. 5-6 ár. Á svona síðustu 10 árum, Já, og þú hefur farið mikið inn á samfélagsmiðlum, þar sem þú birtir myndbönd af svona ýmsu ójöfnu varðar þessi leigubílamál og fjallar um það að það sé komið til ákveðin óstjórn í þessum heimi sem að kom bara á örfáum árum og orðið núna að einhverja hámarki og núna náttúrulega bara finnur fólk mikið fyrir þessu. Þetta hefur að gera með, kynferðisafbrot, þetta hefur að gera með ofbeldi, þetta hefur að gera með svindl, þetta hefur að gera með ýmsa hluti. Svo við byrjum að breiða strókunum áður en förum út í svona minni dæmin. Hvernig, síðustu 5 ár, þegar ég var að keyra 2018 sem harkari sjálfur og þar voru alveg ýmsir hluti sem hefði mátt bæta en þetta er ekki eins og staðan er í dag.
Þannig að sko, byrjum aðeins á því bara svona, hvernig hefur staðan breyst frá segjum bara 2022 til 2025? Eins og þú sagði sko, það voru ákveðnir hlutir sem voru ekki nógu góði fyrir. Það voru alltaf, það erfitt að útskýra þetta. Það var oft sagt að leigubílstjórar hafi stjórnað öllu, skrifa lögin sjálf og svona, sem dálítið ofmat því að sko, þetta dálítið mikið ríki sem setti reglurnar. Það voru góðar og gildar ástæður til dæmis fyrir því að það voru takmarkanir. Það voru 500 bílar. Og fólk hefur alltaf skilið það þannig að þessar takmarkanir hafi verið ástæðan fyrir því að það hafi verið skortur helgar til dæmis og við höfum fengið mikið hatur fyrir það að hafa ekki getað skaffa nógu marga bíla gegnum tíðina helgar en eins og innviðaráðherrann hefur talað að það voru ástæður fyrir þessu takmarkunum. Það var til þess að þetta væri rekstrarhæft til að halda uppi ákveðinni þjónustu en svo kemur það sem við vorum einmitt að spjalla fyrir þáttin að þá kemur það og var mikið verið að ræða þetta á Alþingi í gær að það var nú greinilega skortur á bílum þannig að við þurftum að sleppa þessu lausu og fleiri leyfi og allt það er allt gott og vel en það sem kannski fólk hefur ekki alveg átt að sjá á því að það eru sérstakar aðstæður í Reykjavík að það eru engar almenningssamgöngur á nóttunni helgar. Það er eitthvað smávegis núna en þetta er alltaf notæft og var í gamla daga, þá voru engar almenningssamgöngur og ég bjó í Bellinu Köpen í 20 ár frá því að 20 til 40, ég notaði mikið almenningssamgöngur og þeir sem hafa prófað að fara í almenningssamgöngur á nóttunni, föstudagskvöldi eða laugardagskvöldi í Bellin eða Köpen til dæmis, þeir vita það að strætónir eru fullir af fólki, metróðið fullt af fólki og ef þið horfið í kringum ykkur þegar þið setið í þessum vögnum fram fyrir ykkur eða aftur fyrir ykkur allt fólki sem eru að horfa á þetta lendir á leigubílum í Reykjavík það gerði það í gamla daga þannig að það er gífurlega eftirspurn eftir leigubílum þannig að skekkjan frá virkudögunum upp í helgarnar hún er allt öðruvísi heldur en í ellendis að það er svo mikið fólki sem kemst heim til sín úr miðbænum af djamminu eftir að hafa fór út að borða það í miðbá Köpen eða Bellinar á meðan þetta lendir allt á leigubílunum og þar að auki eins og borgin eins og Bellin og Köpen eru 25 sinnum þéttari heldur en Reykjavík. Þess að Reykjavík er 25 sinnum dreifðari heldur en þessar borgir sem að þýðir það að við leigubílarnir þurftum að keyra gífurlega vegalengdir. Vandamálið þarna er skortur á almenningssamgöngum, þess að öðru möguleikum fyrir fólk að komast heim að djamminu heldur en og þess vegna höfum við verið undir þessari pressu og þess vegna hefur þetta verið svo flókið rekstrar umhverfi að því að það var svo mikið skortur bílum helgar, það var svo mikið eftirspurn bílum helgar og okkur var alltaf kennt þetta alls saman en vandamálið sem bara hefur ekkert verið rætt, það er þetta með skort á almenningssamgöngum og strætó hefur farið til þess, ég fylgdist vel með þessu að ég alveg heldtekinn ástandinu að strætó, ég man núna gegnum árin hefur strætó verið með eitthvað tilraunastarfsemi að byrja næturstrætó helgar og þeir hafa gert það í 3 mánuði svo hafa þeir hætt að því þeir fundu út af því að allir sem notuðu strætóin helgar voru með mánaðakort þannig að það var engin peningur að koma inn þannig að þeir bara hættu aftur en hvert skipti sem að þeir byrju þá bara létti ástandi í Reykjavíkurborg þá voru fleiri bílar í bæ á lausu, það voru minni raðir og minna chaos og þetta snerist rosalega mikið almenningssamgöngur, að almenningssamgöngur væri til staðar. Skilur hvað meira? Algjörlega, ég skil hvað með, við komum kannski aðeins betur inn á þetta eftir, en mér langar aðeins að koma okkur inn á heitu kartöflunar sem eru margar og ég gerði smá rannsóknarvinnu þar sem að ég var að labba heim, ég fekk mér smá bjór fyrir hvað ætlaði sig ekki vika síðan eitthvað leis Já og hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsur sem er ekki frá Bæjarins bestu þá vildum við að svo væri það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur þið vitið það, ég veit það skellið þessu hlaðvarpi í eyrun farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Þá var ég að labba, ætla að labba og finna mér leigubíl til að láta skutla mér heim. Þar er röðin, hún nær
nánast sko að hjálparæðishernum þannig að gamla þannig húsinu. Það að tala Ingólfstorgið? Já, Ingólfstorgið. Já, guð blessi. Og og ég ætlaði að reyna að finna mér hreyfilsbíl og það var engin hreyfilsbíl, það voru bara einhvern veginn bílar og svo kallar einn á mig og það var dýrlingurinn. Og ég og dýrlingurinn sem sagt sá sem að þú hefur byrt myndböndin af, þú kallar hann það, ég veit nú ekki hvað hann heitir. Hann eina stjörnunum og hann varðilega, ég byrjaði á Facebook fyrir árið síðan og hálfu árið fyrir það í janúar 2024 þá var ég byrjað á Twitter að hann var svona eina stærstu stjörnunum þar bara strax. Já. Þetta fyrir 1,5 ári síðan og ég búin að vera að byrta myndbönd á honum núna bara til að segja hvernig ástandið í leigubílabransanum og eftirlit með bransanum að ég búin að vera að gríma þetta hann með startgjöldum á 9 skall og 8 bara upp á síðkastið ef ég fókusir á hann ég get endalaust pródúsera myndbönd á honum bara endalaust og það ekkert hægt að gera við getum ekki komunum af götunni það algjörlega galið ástand sko. Já, ég sem sagt, hann kallar eitthvað á mig og ég náttúrulega segja á móti bara ég veit hver hann og ég veit að hann svindlari og þá byrjum við að rífast sko. Já. Og ég hann segir að ég sé ömmuleg manneskja og ég drulla mér í burtu þannig að ég sest upp í bílinn hjá honum Já. Og ég tók hann heim Já. og þar vorum við að ræða þessi mál og ég var að útskýra fyrir honum að ég sé myndbætt á honum vera að svindla og vera að haga sér illa og hann sagði á móti að þetta væri í rauninu og ég nefndi þig meðal hana sko og sagði reyndar ekki að þú verður að koma hingað sko en ég sagðist að það hafi verið að fylgjast með þér og hann sagði að þetta væri lobbyismi hreyfils til þess að koma höggi á þessa nýju stétt út af því að áður var harkara businessin blómlegur en nú væri þið búin að missa þetta og að þú væri bara í þessar hagsmunabaráttu fyrir hreyfil og þetta hefði ekkert með afbrot þeirra að gera heldur væri þetta pjúra og simpul rasismi. Já. Hvað segirðu þessu? Þetta klassikinn þetta það rignir yfir mig sko ég byrja að taka það fram að ég ekki tengdur fyrirtækjum sem keyri fyrir öðru sem það að ég kaupi þjónustæðum Hreyfill greiðir ekkert viðbóta ekki neitt, ég er búin að afþakka allt saman fyrir 1,5 ári síðan þá birtist 23 manna undirskriftalisti gegn mér á Keflavíkurflugvelli og ég er rekinn út á Keflavíkurflugvelli þar að auki eru 2 starfsmenn í Savi í parkingservice sem að ljúga upp með ofbeldi til yfirmanna sína á þess að hafa séð nokkuð þeir eru með ekkert myndefni eða neitt þeir bara vildu losna við mig af því að þeir urðu fyrir svo mikla áreiti frá gengjónum þeir eru sjálfur hræddir þeir voru sjálfur hræddir þannig að þetta er raunur bara vörðja þeim að bara djöfull væri gott að losna við Friðrik af því þeir eru alltaf kvartandi yfir Friðrik og þetta eru ungi drengirnir í Keflavíkurflugvelli sem eru með engan yfirmann og þeir eru búin að vera skjálfandi þarna á þessum tímum voru búin að skjálfandi í hálft ár af hræðslu við þessi gengi, 8 mánuði varðandi ásakanir frá honum þetta er klassikinn það hafa byrst fréttir tengdar mér úr nútímanum síðastu 1-2 árin eða 1 árið og fleiri fréttir eitthvað og ég sé það í kommentakerfunum að þeir herri arabandir og forsprakkandir úr tengdir forstöðumenn Moskonar þeir mæti í kommentakerfin Þú ert alveg Stóru Moskuna Skógarleiði hann er með lepp sem er svona stöðvastjórinn hjá honum og hann mætir í kommentakerfin og það er alltaf sama og dillingurinn sagði að ég fjármagnar að hreyfli þeir segja þetta alltaf og þetta er alltaf herferð gegn þeim að það er 80 ára gamalt rótgróið íslenskt fyrirtæki sem er að leggja þá í einelti og skulum bara hafa þá hreinu að ég er búin að afþakka allt frá hreyfli alveg frá byrjun í desember 23 janúar 24 þá rignir yfir mig sem sagt listi 23 manna listi til Ísafi til að reka mig út mánuðu seinna eru 2 starfsmenn í Savi sem ljúga upp með ofbeldi Sigtryggur Magnússon eigandi City Taxi sem var með flesta sómalann í vinnu og er ennþá með það í vinnu hann lýgur að samgöngustofu að ég hafi veist að sér og hann segist vera búin að bæta allt samt hjá sér nei og þarna á sama tímapunkti þá er hann búin að ljúga ofbeldi upp á mig til samgöngustofu sem að hefur valdið til að svipta með leyfinu og hann lýgur því líka einn af bílstjórnum hans er búin að kæra mig fyrir líkamsárás það er verið að reyna að koma mér í vesen allstaðar og talking pointið hjá öllum sem köllum í gegnum tíðina það er einmitt það sem hann sagði þeir væla yfir því að það er 80 ára gamalt og rótgróið fyrirtæki sem er að leggja þá í einelti og með herferð, Hreyfill hefur ekki eitt með neitt, Hreyfill þorir ekkert að segja eins og ég sagði, þetta er 80 ára gamalt fyrirtæki þeir þorir ekkert að leika
þú heyrir þá ekki segja mikið eitt eða neitt sko. Þannig að það einhver mýta það að ég sé á vegum þeirra. Þeir segja hvað sem er til að koma mér í vesen. En til hvers þetta að þessu? Til hvers ég að þessu? Já. Ég var leigubílstjóri og ég elskaði starfið mitt. Sérstaklega eftir COVID þá var ég búin að mastera starfið mitt. Ég var búin að læra það bara hvernig að halda öllum rólegu bílum mínum. Ég var bara farin að beita svona trikkum eins og slökk á mælina og við komum inn í göturnar og fólk alveg kiftist upp bara, byrju, hvað? Á ég að borga bíli núna? Og það var svo auðvelt að halda léttri stemming í bílnum, þannig ég lærði það á það hvernig bara alltaf halda léttri stemming í bílnum, aldrei setja mælin í ganga og fólki úr í bílinn og það bara, ég er búin að mastera jobbið einhvern veginn, en það var mjög auðvelt fyrir mig að fara í vinnuna. Og líka erfiðu vaktirnar þannig að maður kannski satt alla nóttina og svo var bara innkoman á milli klukkan 3 og 7 á mótnana var bara engin, það tók alltaf á sálina en ég var fann að taka eftir því, ég fór helviti létt með það, bara svo lengi sem var alltaf létt stemming í bílum, aldrei vesen, þú þekkir það sjálfur sem harkari að ef þú lendir í leiðilegum kuna vaktin gæti verið ónýtt sko, ef það eitthvað búin að pirra þig alveg geðvið sko, þú veist sko brjálar í skapinu, þannig að mér fannst ég þannig að eftir COVID þá var ég bara, heyrðu, ég get alveg hugsað mér að gera þetta bara, þú veist, ég komin yfir 50 núna sko, ég hugsaði bara, ég elskaði starfið mitt sko, skammast mér ekkert fyrir það leigubílstjóri, svo bara komin ný lög og þannig bara vinnustaðurinn orðin algjörlega, ég veit ekki hvaða orði ég á að lýsa. Óboðlegur. Það var orðið óþægilegt að koma í vinnuna. Keflavíkurflugvöll bara gott dæmi. Ég stundi að Keflavíkurflugvöll mörg ár og þarna var bara rikti bara friður. Við vorum öll búin að koma okkur saman það að halda bara friðin, engir stælar, allir bara með heiðaleg uppgefin áætlu verð og bara maskinan bara, þetta gekk bara eins og smurðmaskina. Þægilegt að koma í vinnuna. 3 og 3 í röð. 3 og 3 í röð og þetta gekk bara og bara stöku sinnum að koma upp einhver ágreiningur að þetta er fjölmenn stétt og þetta eru margir persónuleikar þarna, þannig að það gat alveg komið upp einhver smá ágreiningur. 9 leigubílalögin, 50% stæðinu er bara komið, það er bara 50% stæðinu bara strax verður bara bílstjórar sem skildu ekkert á námskeiðunum og við erum að tala um menn frá 3. heimsríkjum, hálfgerðum 3. heimsríkjum, stríðsáríkjum, þeir eru bara búin að, þeir eru orðin helmingin á staðinu, þeir eru farin að mynda hópa, það voru erlendi bílstjórar fyrir, þeir þurftu að haga sér eins og við hinir, þeir þurftu að falla inn í hópin, þeir höfðu engan á það að rugga bátnum, en þannig að strax fyrsta sumari, þá bara, þetta gerist bara strax og þetta er mjög sjónrænt, við getum bara að tala húðliti, þeir eru dekkar og hörundum við og þeir eru svartir, það er bara sjónrænt, þá sástu bara strax, herðu, þér eitthvað búið að breytast, allt í góðu, og ég er nú gamall PC-ritari og það var oft að vara mig við sko, Friðrik, þú varst nú alltaf að tala máli hælisleitenda og vinna hjá Rauða krossinum sjálfbyggðarliði og eitthvað svona, en ég heyrði alltaf þetta svona, alltaf skotið að mér, en þeir megi ekki mynda hópa og taka þér yfir öllu og það er bara nákvæmlega það sem gerðist á Keflavíkurflugvelli. Þannig að fyrsta sumarið við vorum í slagsmálum við, bara ekki ég, þetta voru ömmur á Suðurnesjunum og afar. Eru þær ennþá að keyra? Því ég man eftir þessum ömmum líka, sko. Já, þær eru ennþá að keyra sumar. Já. Og upp á Keflavíkurflugvelli? Upp á Keflavíkurflugvelli. Þær, ekki að fá að sortast úr, en það eru nokkað, ég sendi Moggan á eina daginn að því hún blaði maður Moggans langa að heyra þessum bænahúsi. Ég segi, ég er með réttu konuna fyrir því til að tala við, sko. Og hún var alveg grjótör, sko. Hún Anna og þannig bara vinnu umhverfið að því þú spurði mig sko, mér finnst þetta fáránleg spurning en þú spurði mig og ég fæ þessa spurningu oft að þannig bara vinnu staðunni þinn orðin handónýtur. Þetta er bara eins og í frystihúsi, þetta er eins og frystihúsi, ef vinnur til þess að frystihúsi og segjum bara mötuneytið er bara fyrir 100 manns eitthvað og nú er allt í nú bara búið að skipta út, það er bara komið fólk frá allt öðrum menningarheimum, 50% af vinnustaðunum frá allt öðrum menningarheimum. Það verður öðru stemming í matsalum og það er allt í góðu en það er búið að taka alla yfirmenn, það er búið að fjalla alla yfirmenn þannig að það eru engir yfirmenn í frystihúsinu lengur, þetta leysist allt upp í vitleysu og það er nákvæmlega sama gerðist í Keflavíkurflugvelli, það er ekkert starffólk í Ísafja sjáanlegt neinstaðar, það er ekkert fólk sjáanlegt niður á Ísafja, niður á Keflavíkurflugvelli, ekki neitt, þeir eru búin að vera með sko bara dæmi, þeir eru búin að vera með þetta fína upplýsingaborð í mörg ár 2 flatskáir, þeir skreittu það með jólaskrauti á jólunum,
réðu aldrei starfsmanna. Borðið var bara tómt í mörg ár. Engin starfsmann á gólfinu, ekki neitt og það segir sig bara sjálft að þegar komnir svona hóparinn inn, þeir bara taka yfir öllu. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni. En eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Þannig að vinnu umhverfið var orðið eitthvað og fyrsta viðtalið sem ég mætti í, það var í hjá Andra Frey á Rástöðu, ég man ekki hvað þessi þáttur heitir, en hraðaspurninga þáttur í 10 mínútur þar er ég einmitt að segja frá því að það var búið að kýla mig og búið að sparka mig. Ég fann alveg hvernig Af þessum gengjum þá? Já, ég hafði orðið fyrir ofbeldi og ég minntist að forstöðum að Moskuna var búin að sparka í mig og ég sá bara hann. Er hann ennþá forstöðum að Moskuna? Já, hann verður það ekki því ég búið með hann. Ég er ekki byrjað að fjalla hann, sko. Ég get alveg verið að dæla út myndefni næsta árið, sko, á þess að fara út á götu, sko. Ég á það mikið myndefni. Hann verður ekki forstöðum að Moskuna því ég búið með hann, sko, get ég lofaður. En þar spurði sko ég tók eftir því þetta er fyrsta viðtalið mitt og ég tók eftir því ég var hann inni að hver skipti sem ég sagði eitthvað sko já, það var forstöðum að Moskuna sem sparkaði mig eitthvað ég fann að það skalf allt á veggjunum hann inni það var einhver orkaðan inni það var hluti sem maður mátti ekki segja en ég bara óð bara hana fram og ég kallaði bara frekjuhundar því þeir eru frekjuhundar. Þeir eru það bókstaflega því þeir eru búin að mynda hópa og þeir vita það ef þeir koma með frekju, Íslendingar verða hræddir og bakka. Þannig að þeir eru ekki eins hættulegir og flestir halda. Þetta eru bara menn sem að kunna að spila inn á frekjuna. En Andri Frey spurði mig, herri Friðrik, þegar það búið að kýla þig svona og sparkið þig, af hverju hættir ekki? Og þá bara get ég spurt á móti, af hverju á ég að hætta? Af hverju á ég að hætta? Á ég láta þá taka yfir eða? Það með það fullt af fólki inn í Keflavík sem voru að missa vinnuna, sko. Leigubílstjórar sem voru að leggja. Það er fullt af fullorðnum leigubílstjórum sem ætluðu að keyra nokkur ári viðbót, sem bara hættu við. Og það er fullt af leigubílstjórum á Suðurnesjum sem ætluðu að nota Keflavíkurflugvöll til að ná sér í auka tekjur á sumrin. Gera það ekki lengur. Þetta er búið að hafa gífurleg áhrif á fjölda fólks. Ofan í alla þá leigubílstjórar sem eru ennþá mætandi suðureftir og þurfa að lifa við það, þeir vita aldrei hvenær það verður hóta að koma heim til þeirra næst. Þetta er ekkert gaman, sko. Svona á engin vinnustöður að vera. Hafa slíkar hótanir átt sér stað, að leigubílstjórinn sé hóta að sé koma heim til þeirra? Já, býttu fyrir þér. Já, menn það eru eiginkonur allan bæ sem eru að fann að læsa gluggum og húsum alveg ekstra vel, sko. Arabarnir fara létt með þetta, sko. Ekki allir, en þegar það síður upp úr, þá eiga þeir mjög auðvelt að benda á því og segja, ég kem heim til þín, veist. Þeir gera sér ekkert almennilega grein fyrir, þetta eru frekjuhundar, þeir gera sér ekkert almennilega grein fyrir því hvað liggur í orðunum þeirra, sko. Þannig að þetta er svona yfirborðsleg hótun frá þeim. Ég tek þetta ekki alvarlega, ég óttast það ekki, ég veit að þetta eru bara frekjuhundar. Þeir vita að Íslendingar óttast svona hegðun. Og þá bakka Íslendingar eins og skot og mér fannst ég bara sjá í gegnum þetta strax þannig ég sagði bara, ég tek þetta bara að mér ég óttast það ekki, eitt högg í öxlina, eitt spark í legginn þetta er ekkert að fara að drepa mig, sko. En hvernig, þú veist, er eitthvað hefur komið upp svo stað að það hefur eitthvað búið að baki þessum líkum hótunum? Búið að baki? Þú veist, hafa þeir eitthvað orðið úr þeim? Já. Nei, ekki svo ég veit það. En þeir þá bara hóta fólki að sé komið heim til þeirra og að fólk verður skítrætt og bakkar? Já, ég meina, nei, sumir verða ekki skítrættir. Það eru nokkri kollegum en það er bara ekki skítrættir, þeir bara hlæja þessu eins og ég held að Íslendingar séu alltaf svona eitt af veikleikum hjá Íslendingum, sko, að því við þekkjum ekki þetta ókunnuga og við erum alltaf óöryggi kringum þetta ókunna eins og til dæmis araba og bara fólk á öðrum menningarheimum að fólk er svona daldið mikið, þetta er svona eitthvað heiðusmorðalið og eitthvað svona búa ansi margir múslimar ég bjó nú í Danmörku mörg ár og að búa nú og Þýskalandi að búa nú ansi margir múslimar í þessum löndum og heiðusmorðin er ekkert sérstaklega mörg svona miðað við, þau eru náttúrulega slæm
en þau eru náttúrulega ekki miðað við höfðatölu sko. Að þá ekki faraldur þannig séð. En þér ekki nöp við múslima þá? Mér? Já. Hefur nú ekki verið það sko. Múslimar eru alls konar. Ég man því að flyttu til Danmörku var nú bara minn fyrsti vinur og besti vinur og bróðir, hann var nú múslimi, hann var frá Bosníu, en þannig að múslimar eru alls konar. Múslimar eru alls konar. Ég skil til dæmis söfnið eins og moskan í skóliðinni og ég skil alveg svona söfnið. Það bara svona spurningin í höndunum á hverjum þessu söfniður. Því að til dæmis eins og Karim Askari sem forstöðumaður moskan í skóliðinni, hann valinn af öfgasamtökum í Svíþjóð og það er að lesa sér til þetta á íslenskum fjölmiðlum að hann sko það 10-12 ára síðan að þá verður hvað heitir það verður valdataka í moskunni sem var ekki á fallegu nótunum því að þetta minnihluta hópur múslima sem tók völdin í moskunni með aðstoð öfgafyrirtækis samtaka í Svíþjóð sem eru fjármögnuð á Sádi Arabíu. Þannig að hann kemur. Þú ert með þetta staðfest? Þú lestu bara mokkan. Þú getur lesið til þetta. Það greinar í mokkanum, fleiri fjölmiðlum. Þetta var hvað heitir svona yfirtakan var fjandsamleg yfirtaka. Þetta var fjandsamleg yfirtaka og fyrsta stjórnin í moskunni það eru 6 manns og það eru 5 Svíjar og 1 Íslendingur og Íslendingurinn Karim Askari. Og þannig að hann í raun og veru sko, hann ekki á nokkurn hátt eitthvað lýðræðislega kosin sem forstöðumaður moskunar. Þetta bara eitthvað random dutti sem að einhver samtöku Svíþjóð fundu til að vera svona andlit moskunar. Og ég held að moskan sé ekki góðum þeir eru ekki í góðum höndum. Ég þekki fullt af flottum mönnum sem fara í moskuna. Og þá getur maður það eru öfgahópar sem að hafa náð yfirráðum yfir íslensku moskunni. Sko, þeim lýst allavega ég man ekki hvernig þessu líði, Mokkin skrifaði mikið á sínum tíma, ég ekki sérfróður í þessu máli, en ég veit bara svona nú ég búin að eiga við forstöðumannin á leigubílamarkaðnum og hans helstu 2 varðhunda á götunum. Þetta lítur ekki vel út. Þetta er ekki ljúflingar sko, get ég alveg lofa þér. En á sama tíma þá þekki ég alveg yndislega menn sem að sækja moskuna frá Afganistan og svoleiðis. Og ég held að þetta sé svona með trúafélögin að þetta nákvæmlega eins og þegar við vorum vesturfarar alveg frá 1850 til 1920 alltaf að fara í vesturheiminn og þú lendir eitthvað staðar út í einhverju eyðimörk eitthvað staðar í Kanada í skítakulda eitthvað og það verður lítið Íslands samfélag. Það verður byggð kirkja. Það verður byggð safnarhús eða bókasafn. Þetta svona menningarsetur Íslendinga í þessu umhverfi þarna. Það nú oft þannig að þeir sem vilja komast til valda í kirkjunni eða hvort það sé fjármálafyrirtæki eitthvað, þetta eru oft ákveðna týpur. Þannig að það getur verið prestur og safnaðar fólki sem sér til dæmis presturinn og hvað heitir það, safnaðarnefndin eitthvað í kringum hann, segjum bara í Kanada fyrir 120 árum síðan. Svona þokkalega stórt íslenskt samfélag, þeir geta kannski verið hataðar af 70% af Íslendingunum, af því að þetta bara, þú veist. En hvað eru 70% af Íslendingum að fara að gera? Þeir að fara að yfirgefa kirkjuna og söfnuðin eitthvað staðar í middle of nowhere í Kanada. Þeir ekki að fara að gera það. Þú heldur söfnuðin, þrátt fyrir það að þú ert alveg gjössalega á móti stjórnarnum, sko. Þú hatar prestinn og þú hatar sóknarnefndina. Þannig að þetta svona alltaf flókin stað. Þannig eins og ég veit til þess að í moskunni skóliðinni, þetta eru fjölskyldusöfnuðir, þetta menningarsetur. Hér bara komið fullt af fólki sem kemur á öðrum menningarheimum, þannig að til dæmis moskan í skóliðinni, hún náttúrulega fjölskyldu, það kemur fólk til að vera social, eitthvað. En það þýðir ekki að þeir sem eru með moskunni í höndunum séu ykkur englar, sko. Þannig að þetta mjög flókið staðan að vera að fara að boykotta, vera komin allaleg frá Afganistan og fara að hætta að fara í moskuna og vera í þessu samneyti með fólki frá þínum eigin menningarheimum og fara þarna með börnin og konunniðina eitthvað og út af kannski bara forstöðumannu sem einhver algjör plebbi, sko. Hvernig en þú segir að þetta hafi gerst fyrir 10-12 árum. Mér minni það, já. Hvernig tengist þetta leigubílamálunum? Leigubíla, já. Já, veist hvernig, ég er að pæla í skrefunum, þú veist, þetta gerist núna
fyrir 10-12 árum, ok, gott og vel. Þeir byrju, hann sko akkur byrjuðu að tala um Moskvuna núna, ég man það ekki eins og Nei, bara út af því að sko því að sem ég er reyna að skilja út af því að þessi staði komin upp að Við erum komið með gengið þarna frá Óber sem tengt Moskvunni, þeir reyna þetta, við vitum að þetta forstöðumaðurinn, hann reynir, sko, forstöðumaðurinn með atvinnurekstur í kjallaranum, hérna ég sigaði nútímanum á Moskvuna, ég gaf nútímanum ákveðna vísbendinga fyrir árið síðan, varandi Moskvuna og nútíminn sem nú svo sem ekkert stór miðill á Íslandi, þeir hjóluðu í Moskvuna, skrifuðu hana góða grein, það var allan til þess að hann forstöðumaðurinn skreið úr leigubílum inn í Moskvuna, í skömm, af því að það var komin pressa á hann. Ég man ekki alveg, þetta var mjög góð grein, hún fór á flug, fjallaði meðal annars, hann sennilega bara að borga fasteignagjöld eins og bara trúfélag, en hann með rekstur, hann með gistiheimila rekstur í kjallaranum, hann í bullandi rekstri með þurrmatsbúð sem mjög vinsæl hjá Indverjum og Arabum, Pakistanum á efrihæðinni í Moskvunni. Þannig að hann bullandi businesskallinn. Þannig að matabúð í Moskvunni? Já. Hvar fær Moskvan pening? Veistu það? Uppáðlega. Ég hef bara þetta alveg 1-2 ár síðan 1,5 ár síðan ég var ekki ég fór að gramsa til það netinu og ég eiginlega bara að þylja upp það sem mér minnir eða sem ég held í muni frá því og þetta var svona, það allan samtökana, fyrsta stjórnin voru 5 Svíar, þeir koma úr einhvern skóla í Svíþjóð, minni mig, sá skóli fjármagnar að Sádi Arabíu, þannig að þetta svona það sem heyrir frá moggamönnum, þetta alls saman fjármagnar frá Sádi Arabíu og það ábyggilega rétt hjá þeim, en ég veit það ekki, en þú hefur áhuga mál, þú getur mjög auðveldlega fundið lesið til þetta, það var mikið skrifað þetta sínum mannstætti Talmíni kallinum. Já, ég held að hann hafi ekkert verið svo slæmur. Það voru ábyggilega margir sem djöfisins anskotas hellis, ég held að hann hafi bara verið ljúflingu með það sem að gerast í dag. Já. Færum okkur þá yfir í stjórnvöld. Mér langar að tala um Úlfar eftir smá, en byrjum að breiðari myndinni. Sko núna Eyjólfur Ármannsson búinn að segja að það muni koma til með að vera stöðvaskylda, erum við svo vanur að segja, en stöðvaskylda, það að segja að leigubílstjórar þurfa að vera ákveðin stöð sem að lútir þá ákveðinu eftirliti og fleira þar fram til göttunum og að þetta muni koma til með að bæta stöðuna. Erum við ekki bara að hrópa í tómið, erum við ekki að hafa áhyggjur af nothing burger eins og stundum sagt? Það erfitt að dæma til þetta, það svo margt skrítið í þessu. Innveðaráðurinn kemur hann inn og virka voðalega harður og hann alveg það verður það verður að gera íslensku sem skilyrði til dæmis sem að virka mjög hart. Ég veit að skilyrði að tala dönsku í Danmörku, leigubílstjórar. Ég veit að þetta til. Ég hef ekki tjáð mig neina skoðanir mínir á því hvort að eiga neyða alla til að tala íslensku, en það má alveg þokast eitthvað í þá áttina að það sé einhver grunn íslenska. Því þetta loka rými, það er það sem að fólk hugsar ekki oft út í, eins og til dæmis þegar fólk vildi umræðan sem hæstum að sleppa þessu öllu lausu, þú varst nú einn af þeim, alveg bara frjálsíkjugaurin, bara Uber, allt frjálst og frelsi og ég satt hann nýbúin að lesa mig til Uber og ég sagði bara, heyrðu, þetta fátæktargildra, þetta bara skattsvik og þessi mýta með bara þetta svo öruggt að því ég get gefið stjörnur og stjörnur bara mesta falska öryggi sem til að því að þetta gefur eiginlega bara leigubílastöðunum svona smá hugmyndum hvort að leigubílastöðunum sé að standa sig ekki. Ef ég er að fá 2 stjörnur dálítið oft þá veit leigubílastöðun að ég nú eitthvað kannski full dónalegu við kúnnana, þetta ekki meira en það. Ég hef setið með ungt fólk í bílnum hjá mér sem segi, þetta svo öruggt maður, ég veit hver búin að nauðga. Nei, þú veist ekkert hver búin að nauðga. Við erum búin að vera hvern mannin á fætur öðrum hjá Hopp. Eitt að það dálítið erfitt að fullyrða fyrir mig, af því að þeir eru mjög fljótir að fjarlæga nöfnin af lista samgöngustofa, hver eru skráðir hvaða leigubílastöð, þegar eitthvað kemur upp, þannig að það búið að vera mjög erfitt fyrir maður að fylgjast með þessu. Það var eitt í febrúar í fyrra sem dæmdi fyrir að nauðga 17 ára stelpu í bílnum sinni á Reykjanesbrautinni. Það var afgana fertugsaldri og hún var hálfdauð í bílnum, áfengisdauð.
Hann var dæmdur í 2 ár fyrir nauðgun í febrúar. Hann var búinn að vera með okkur í leigubílaröðinni Keflavík í 16 mánuði með nauðgunarkæruna á bakinu og það vissi það enginn. Við vissum það ekki fyrir að ég var búinn að siga DFF að rannsaka málið og það vildi svo til þegar ég sigaði DFF á málið að það var akkurat verið að fara að dæma í málinu, bara daginn eftir held ég, eða eitthvað svoleiðis. Og þá kemur ljós hver það var, við vissum ekkert hver það var. Hann var búinn að vera á götunni 16 mánuði á fertugsaldri með nauðgunarkæru fyrir að nauðga 17 ára í bílnum sínum og ég sé enga ástæðu fyrir því til dæmis að hann hafi ekki verið skráður á hopp því að hann var að keyra á City taxi sem ekkert með neina sérstaklega miklu vinnu, þetta bara götuhark, þú hangir í röðunum þannig að það engin ástæða fyrir hann að hafa ekki verið skráður á hopp þannig að það mjög líklegt að fólk búið að vera að gefa honum bara 5 stjörnur í einhverja 10 mánuði eftir að hopp byrjaði. Það mjög líklegt að fólk var bara endast að gefa honum stjörnum að því að hann var svo indal bílstjóri. Þú veist, þannig að öryggið ekki, þetta gjössalega ofmetið öryggi og svo það var að vera að koma upp núna hérna Mohammed Ali Jagra sem ég átti við í 6 vikur frá því hann kom á götunni, þá var ég stríði við hann í Keflavík, hann endist í 6 vikur, þá var hann búinn að nauðga konu, skuttlinni heim og rukkan af 5.000 skallur skuttlinni heim eftir að búinn að nauðga henni ásamt vini sínum. Og þetta var bara dæmt núna í síðustu vika, 2 vikur síðan, lastu þetta? Já, ég las þetta. Já, hann var á City taxi, hinn vinur sem var í bílnum var líka leigubílstjóri, mjög líklega kerandi undir merkjum City taxi líka og ég sé enga ástæðu fyrir því að þessi menn hafi ekki verið skráður og hopp líka. Þannig að sko, þessi stjörnugjöf, þetta alveg gjörsalega ofmetið, þetta bara propaganda, þetta bara áráðsherferð sem að Uber búin að keyra í mörg ár, eyða gífurlegum peningum í að samfara fólkum hvað þetta er örugt. Það eina sem að fólk veit Uber og sem passar, það er að appið þeirra mjög skilvirt. Þannig séð, þá er það topp alveg. En allt annað sem fólk veit Uber, fólk þykist vita mikið Uber, allt sem að það veit Uber er eitthvað sem að það hefur frá fyrirtækinu sjálfur. Þetta eru orð fyrirtækinu sjálfs. Þeir eru búin að vera í herferð í mörg ár að segja þetta, við erum að fara að breyta umferðarmenningunni, þetta er betra fyrir umhverfið og þetta var eftir að létta umferðarmenningunni. Þetta er allt sama propaganda frá þeim og Ég bjó í Bandaríkjunum í 2 ár og ég notaði Uber mjög mikið og líkaði vel við. Já. Það fór alltaf pínu í taugunum, ég skal alveg viðurkenna. Að því að skilvirt. Já, en líka bara gott. Ég var ekkert óánægður með þjónustuna, sko. Nei, hver sagði að þjónustan var léleg? Nei, ég er að segja, en þú veist, hver er það ábatinn af því að vera með hreyfil versus Uber? Í fyrsta lagi er það bara að vita að þetta er svo illa borgað hjá Uber. Breska Guardian er búin að skrifa mikið Uber. Ég las mig mikið til Uber áður og lögin koma. Þá þurfti ég bara að setja mig inn í þetta að því það voru allir að spyrja mig. Það komu margir punktar að það sem sprutt upp umræður nýju leigubílalögin. Fyrst þurfti ekki að ræða lögin, svo þurfti að fara samþykkja það og svo tóku þau gildi. Og ég var orðin svo þreyttur á öllum spurningum varðandi Uber og til að byrja með vissi ég ekki neitt. Þannig ég fór bara að sökta mér þetta og ég get alveg mælt með það Guardian í breska blaðinu. Þeir eru mikið búin að skrifa Guardian, bara hvernig þeir bróta á bílstjórunum sínum og allt þess áttar. Þú segir já, fín þjónusta. Ég get sagt það að fólk sem ég hef keyrt, ef við tölum nú bara fólk sem er vel stætt eða sem búin að koma sér vel fyrir lífinu, býr í hverfum eins og Seltjarnarnesi, Arnarnesi, Garðabænum, svona flottari hverfunum í Kópavoginum. Þau segja við mig, við prófum Uber erlendis. Þetta er rosalega skilvirti. Og ég segi já. En hvernig þetta gengur upp fjárhagslega, það skiljum við ekki. Og þetta er fólk sem hefur reynslu atvinnurekstri og verið með bíl í atvinnurekstri og allt því tengt. Þau skilja ekki hvernig þetta gengur upp. Og eins og hefur komið fram og eins og kannanir hafa þeir sem hafa kannað Uber voru að muna það að Uber situr á öllum gögnum. Þú veist ekkert Uber. Starfsmannaveltan hjá þeim held ég 3 vikur. Starfsmannaferill, venjulega almennt, já. Þetta er bara fólk hoppar upp í bílinn, prófar þetta og gefst upp eins og skot.
eða svona átta sig á því. Hlaðvarpið er í samstarfi við Ljárdalur.is. Ljárdalur sérhæfir sig í innflutningi á smágröfum og öðrum vinnuvélum og leggur mikið upp úr því að veita fljóta og persónulega þjónustu við hvern og einn. Hvort sem þú ætlar að gera upp sumarhúsið, gera upp garðinn eða hvað eina, þá ferðu inn á Ljárdalur.is og tryggir þér smágröfu til þess að klára verkið. Ég veit að það eru margir iðnaðarmenn sem hlusta á þetta hlaðvarp og þið farið inn á Ljárdalur.is og látið draum ykkar rætast þið hafið alltaf viljað að eignast litla smágröfu. Ljárdalur.is, kíkið á það, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Svo eru þeir sem að hafa komið og eins og ég finn ekki þessa grein úr Guardian aftur. En í Guardian var skrifað könnun sem var gerð í Los Angeles og London, ef ég man rétt. Það er fyrir mig. Já, takk fyrir það. Fyrst þú búin að tapa kaffistofunni þinni, maður. Takk fyrir stuðningi. Sko, það var gerð könnun í London og í Los Angeles, eða hvort það var England og Los Angeles. Það var sem farið ofan í fjármál bílstjóra hjá Uber sem höfðu keyrt í 2 ár, sem höfðu enst í 2 ár hjá Uber. 70% af þeim hafa farið gegnum bókhaldið. Þeir voru bara á kúpunni, sko. Þarna bara bíllinn komin upp í 120 km, þú átt ekki efni á því að endurnýja bíliðin. Þetta er trikkið. Þú ert að plata fólk út í það. Fólk er bara svona. Margir. Fólk er bara svona. Þetta er eins og Smálan. Þú reddaði pening fyrir húsalegum, svo kemur reikningurinn. Reikningurinn kemur í baki einn daginn og það er þegar bíllinn er slitinn og þú þarft að fara að kaupa nýjan bíl. En þá segir bara, voðalega fólk heimstæða eða eitthvað falla fyrir þessu. Svona er þetta bara. Fólk er bara, þetta er Smálan á vissan hátt. Svo eru 30% bílstjórnum sem hafa það fínt og það eru þeir sem eru á fínum bílum. Það eru þeir sem eru að skutla fólkinu í Garðabæinn, sem á pening, tilbúin að borga fyrir góða þjónustu. Skilur hvað ég meina? Þetta eru bílstjórnir ellendis sem er að meika það fínt. UberX. Ég veit ekki hvort það sé UberX. Ég bara þekki þetta ekki. Þú ert greinilega mun betur að þér í þjónustu Uber heldur en ég, en ég er bara búin að lesa mig til þetta og hérna góðu punktur. Ef þú lestir til þá sem hafa gert kannanir á rannsaka Uber, að það er hægt að færa rök fyrir því að það eru skattgreiðendur út á landi sem er að niðurgreiða ferðirnar. Því að starfsmannaveltan er svo mikil og í formi atvinnuleysisbóta þá er alveg hægt að færa rök fyrir því að þetta eru skattgreiðendur sem að niðurgreiða að hluta til ferðir. Hvað heldur þú að sé gangi með Wolt heimsendingaþjónusta? Það er endar eitt mystery, sko. Hvað heldur að verðum þetta fólk? Það er bara beint á atvinnuleysisbætur. Ég meina þú ferð á hausinn, auðvitað er eitthvað sem að finna sér vinnu, en það er eitthvað hlutfall sem fer bara beint á atvinnuleysisbæturna. Ég hef pantað með Wolt einu sinni og ég ætla ekki að gera það aftur. Já, býtu, ég ætla ekki að gera það aftur. Og ég ætla að vera pínu svona, ég veit ekki, þetta er að hljóma kannski illa. Það er einhver ónóta tilfinning gagnvart þessu fyrirkomulagi. Og það er núna ég hugsa í þessum svona, ég hugsa þessar breytur sem þú varst að ræða á hann, sem er mitt bara hvernig virkar þetta fjárhagslega og ég hef mitt, þegar maður er rátt þjónustu við einhver fyrirtæki eða eitthvað þannig þá hugsa maður bara, þetta er hérna fastu kostnaðar hérna, fastu kostnaðar hérna, þetta mun ekki endast svo er það farið úr rekstri, skilur eftir 2-3 mánuði og það því að þú getur alltaf látið allt líta vel út í Excel en þú kannski ert ekki með allar breytunar en það er einhver ónóta tilfinning gagnvart Wolt sem aðalega byggist að þessu að bara það getur ekki verið að fólk hafa það gott í þessu. Þú ert að nýta þær neyð annara. Já, en líka, og svo náttúrulega kemur annað inn í að það hefur alls konar svona álitaefni sem hafa sprottið upp í umræðum Wolt og fyrirkomulagið þar. Hvernig þá? Ég ætla ekki að fara út í það, sko. En mér langar að... Veitu hvað liggur á ykkur eða viltu ekki segja? Nei, þetta er bara, þú veist, að... Ég er alltaf til ykkur. Já, ég er ekki feiminn við það, sko. Það er bara byrst myndbönd sem þeir eru að, fara frjálslega með svona ýmsa hluti, sko. Já. Og þú veist að þetta myndbönd sem kom þannig fyrir framann hreyfilsstöðuna mitt þannig í... Já. Síðmúla og svona. Já. Þannig að það er ég man eftir því. Manstu ekki eftir því? Jó, ég man eftir því og þetta er svona Þetta ekki minnst að bara, ég er ekkert feiminu að tala um það, sko. Aðalmálið er bara, mér finnst að pínu petti frá sjálfum mér, sko. Já.
það er svona, sko, ég flissaði aldrei þegar ég sá það svona, var það myndband eða var það ekki bara ljósmynd það sem Það var ljósmynd af myndbandi síns mér. já, ok, Já. það var ekki neitt sko, ég bara ég horfði á það, ég haustaði bara sko, svona er stemmingi stundunum í Keflavík sko. Það geta myndast svona hópar fremst í röðinni sko. Já. Og það er svona og veist, það er bara attitude og það er alveg já, en En mér langar að tala um annað sem að er ég er endur aftur að koma að stjórnvöldum. Mér langar aðeins að vinkla það inn í aðra umræðu sem að eru afbrot og hræðsla við að segja frá og þú einmitt varst á útvarpi Sögu, ég hlustaði öll viðtöluðin þar sem að þú varst meðal annars að ræða þessi 11 afbrot sem eiga að vera á borði lögreglu en er svona einhvern veginn óljóst. Ég talaði við stelpu sem að sagðist að hafa verið í sambandi við lögreglumann þar sem að fékk það staðfest að þetta væri raunin, okay. að það væru kynferðisafbrot sem að væru allavega hátt í tugmála. Hátt í tugmála? Já, það sem að, talan 11 var nefnd, en það væri allavega einhver x mörg. Og, hún sagði reyndar að það væru 11 mál á borðinu, svo ég bara tala hreint út. Hún lofa því að hún heyrði þetta bara beint frá lögreglunni? Já. Og Þetta kona sem er tengt miðfloknum? Nei, þessi stelpa hún er yngri en ég og hefur ekkert með stjórnmál að gera. Er mjög vinstri. Þetta er fyrsta skipti sem ég heyrði það frá einhverjum öðrum, það sem ég vissi og ég veit alveg, sko, það sem ég geri af því ég er heldtekinn, ég er alveg bara heldtekinn frá morgun til kvölds af ástandinu. Það er ekki múin að taka eftir því. Og það sem að leið og ég heyrði þessa tölu þá fór ég að kafa ofan í hvaðan kom þessi tala og hún kom alltaf hátt upp úr leigubílasetinni, svona harralagi, þannig ég bara var heima, hugsaði ég nenni engin símtöl núna, ég fer bara að keyri og ég ætla að hitta fólk bara andlit til andlis, þannig að ég bara fer inn, hvar fyrst þessu töluvinur? Já, það var hérna, já, ok, þannig að ég fór og ég fann bara the source og það var bara svona upprunnulega tala, fyrsta skipti ég heyrti þessa tölu, það var sem sagt bara manneski virðingaverði stöðu í okkar samfélagi en með ansi sterka tengingu við miðflokkin og þá var ég bara, ég get ekki notað þetta. Þetta er svona kumbaya CBD hippi sem að kýs bara til vinstri sem að sagði mér þetta, en allavega þú varst að ræða hann á útvarpi Sögu þar sem að þið voru meðal annars að fara yfir ákveðina hræðslu. Þá hefði einn leigubílstjóri legið á glugganum og verið að fytla við sjálfan sig eftir einhver túr. Já. Og stelpan í mikilli hræðslu byrt myndband sem að þú kemst á snoðir og endurbirtir hjá þér í óþökk hennar að þú segir. En svo hafa komið upp fleiri mál eins og þessi með Muhammad Ali Chakra sem hafi einfaldlega verið dæmt í. Já. Og svo hafa líka komið upp mál að svo veriðist þar sem að stúlkunar eru hræddar við það að segja frá einfaldlega út af því að þeim var náttúrulega skuttlað heim. Ég held að það sé mikið svoleiðis sko. Þú veist, einhvern tímann hefði sagt bara þetta er bara eitthvað mýtur og eitthvað svona kjaftaði sko. En ég held að það sé dálítið mikið svoleiðis. Af því að þú setur í spor kvennana, það er ótrúlega dillingur í vinnuðin, gott dæmi, dillingur í vinnuðin. Ég kemst að snúa það fyrir hálf ára síðan. Þá er ég að skutla konur úr Keflavík í bæinn. Hún segir mér frá atviki þar sem að ung frænkanar hafi lent í bílstjóra sem skuttlaði henni frá miðborginni, átti að kosta 3.500 kall. Þessi unga kona býr í heimahúsi, hjá mömmu og pappa, túrin að borga kosta 3.500 kall. Miðjanóttu, hann setur bara 70 skall, eða hefur hann byrjað með 9 skall starfgjaldið, eða hvort að hann hafi bara sett 70 skall í posan og svo bara gjörðu svo vel og við erum talað um þykkan, hann er þykkur sko. Hann er mikill maður. Sagðist það að vera að spila fótbolta hér á landi? Já, hann var hann var í Afríku United, svo var hann orðin einhver umbóðsmaður, ég man ekkert hvernig það var. Ég hef séð eitthvað myndbrot úr Afríku United myndinni, hann frá 13-15 ára síðan, mannst þetta henni? Nei. Afrika United liði í þriðjudeildinni, þá gerði heimildamynd, var ekki Sævar Péturs þjálfarinn þeirra formað K.A. ég man ekki alveg hvernig það var. En þessi unga kona er sem sagt miðjanóttu á bílaplaninu fyrir fram heimili mömmu og pappa,
foreldra sinna og það einhver dutti að rukka hana 17.000 krónur og hún þorir ekki annan að borga og hún þarf að hafa samband við vini sína til að leggja inn á sig og og ég var í sambandi í 2 vikur við frænkunar sem ég hafði skutlað, komst í sambandi við ömmuna líka og ég í sambandi við þessar 2 konur sem staðfesta þessa sögu, sönn saga og þær slitu sambandi við mig eftir 2 vikur af því það voru skítrættur að ég myndi fara í lofti með það, ég vissi ekki hvað hún bjó og þær vildu ekki staðfesta fyrir mig hvað stóð á kvittuninni, þetta mjög líklega dýlingurinn, en það lýsingin það pössuð alveg við dýlingin. Þær þora ekki einu sinna kvarta til samgöngustofu að því þær vilja ekki fá mannin heim til í sinna aftur, hann veit hvað það búa og það alveg svakalega mikið af þessu og það eru kallmenn sem eru skítrættir, ég veit að kallmennum sem eru skítrættir, ég veit að kallmennum sem hafa tekið leigubíl upp í Kópa á 13 skall sem bara það bara 2-falt verð sko og þeir þora ekkert að gera, ég búinn að ræða við það, ég búinn að segja heyrðu, það verður bara, ég tek ekkert fram hver þú ert, hvar þú býrð eða eitt eða neitt, segðu mér hvað á kvittuninni og menn þora ekki fara lengra að því þeir eru skítrættir við hefndaraðgerðir. Það svo mikið af fólki sem skítrætt, ég veit hótelinni Keflavík sem skítrætt, þau bara, ef ég kemst að snóður eitthvað svindlir í Keflavík á hótelan og hótelin vilja endilega afhjúpa það, þau bara Friðrik, þú mátt bara alls ekki segja þetta komið frá okkur, sko, það allir hræddir og hótelinni Keflavík og bílalinni að Keflavík til að athygla það ekki bara að þessu sko skítrætt við hefndaraðgerðir frá erlendu bílstjórum, þau eru líka skítrætt við Isavia. Já. Isavia skýta batteri sko. Ég skil ekki alveg Isavia. Ég sagði nú við Ívu í þætti fyrir daginn þegar það kom upp þetta mál með Moskuna og Leifsstöð að ég bara, þú veist, stjórnin hlýtur að vera sparkað bara í fyrramálið. Það hefur ekki gerst en ég skil ekki sko þetta því að ef Isavia á að vera einhvers konar rekið sem enga fyrirtæki og á að skila arði og bla bla bla. Já. Ég skil ekki hvernig þau geta ekki haft hagsmuni af því að hafa þetta í lagi og ekki bara ekki í lagi heldur í svo mikilli klessu. Hagsmuni, hvað hagsmuni? Þau að rukka okkur gjaldliði, þau fá peningin alveg sama hvað. Þau að rukka okkur 50 milljónir á leigubílastæðinu, þau að fara að hækkað upp í 1000 kall skipti í staðan fyrir 500 kall þegar núna þau að fara að rukka okkur 100 miljónar ári, þau að fá hana pening, þeim alveg skít sama hvað, þetta snýst allt það, þannig að ef ég í stuttumáli þá Isavia, og þetta búið að vera svona í mörg ár, þetta snýst það að ráða kerrukrakka til að fjalla kerrurna frá inngöngunum á verslunarrýmunum svo fólk greiðan aðgang á verslunarrýmunum og það tekinn peningur í verslunarrýmin og svo rúlla flugvöllum bara áfram. Þetta eina sem Isavia gerir. Isavia gerir ekkert og það vita allir að motto Isavia ef það ekki peningur í þessu, þá gerum það ekki. Nei, en ég, sko, ef þetta rétt, þá þetta mjög barnalegt, sko. Þetta bara rétt. En út af því ég líka að pæla í ákveðinni leikjafræði þessu út af því að, sko, 50 milljónir náttúrulega bara klink í stóra samhenginu fyrir Isavia og ef að þetta snýst það að hafa 50 milljónir upp úr örfáum fleiri bílstjórum sem að komin í hliðið þá það náttúrulega bara eitthvað rugl sko. Ég aðalega að hugsa ef að við erum að hugsa stærra samhengi, stærri hagsmuni í Isavia að þá náttúrulega ef við erum að fá fólkin í landið sem fær ömurlega upplifun þar sem að menn eru að slást innbyrðis út af leigubílum. Ég meina, ég hef séð þetta, þú veist, ég hef séð þetta í Indónesíu, ég hef séð þetta á Indlandi, ég hef séð þetta svona víða í þriðja heims ríkjum. En meina, þetta ömurlega upplifun og ég hugsa oft þetta bara ef að ég með skilur barn, þú veist, ég var alltaf bara, þú veist, ég var bara sóló skilur og ég hávaxinn á Indlandi þannig að maður var ekkert eitthvað svona var sig en ef ég væri með, þú veist, ég myndi með bara bandarísk fjölskylda sem eru svona oft svolítið kvíðin að þess fari með 3 börn, þú veist, og eru sjálf sitthvor 70 kílóin, þá held ég þetta sem miklu óþægilegur upplifun og ef Isavia með þetta í svona miklu ólagi og svona mikið til klessu og virðist vera að rekið svona hryllilega þá hafa þeir hagsmun af því að vera að taka í handbremsun á þessu bara að þessu leyti sko. En hvernig eru þeir að fara að tapa á þessu?
Ég var að segja þér að fólk bara fái ömulega upplifun og að fara þá að segja, þú veist, fólk talar, sko. Ég meina, ömulega upplifun hvað? Það einhver ömulega upplifun á leigubílastæðinu fyrir utan alþjóðaflugvöllinn okkar. Fólk fer bara í rúturnar, það eru kynnisferðir sem að hluta til í eigu Icelandair, ef ég man rétt. Og og by the way, það þetta endist nú ekki lengi samkeppnin rútufyrirtækjana nýr á Keflavíkurflugvelli, var það minna en 10 ár held ég. Nú bara orðin eitt rútufyrirtæki og það bara aftur bara kynnisferðir og og ég var ekki að lesa með tölumynda eitthvað núna daginn eitthvað, var ekki Isavia krafðist 40% tekna rútufyrirtækjana. Þannig að hinn bökkuðu út og fór á hausinn og ég veit ekki hvað og þá kynnisferði komin í þá stöðu bara að lækka niður þetta bara spillingarna, ekkert annað. Ég meina, hvað var það? Það voru þetta 10 ár. Þetta voru ekki einu sinni 10 ár sem að endist einhver samkeppnið rútufyrirtækjana og varðandi að því þú talar ástand á leigubílamarkanum og þetta sé einhver slæm auglýsing fyrir landið eitthvað, Isavia alveg skítsama að því að það endalaus flótti úr leigubílaröðinni í rúturnar. Það það bara. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Polsen.is, láttu græja rúðuna strax í dag. Fyrstalega fullt af Íslendingum og fólki búsett á Íslandi sem búið að vita ástandinu á Keflavíkurflugvelli í leigubílastæðinu, að leigubílastæðið búið að vera á pari við 3. heimsríki núna í 2 ár, það fer bara beint út í rúturnar og svo allir útlendingar sem koma mikið útlendingar sem koma og þau bara líst ekkert á blikuna að koma út og það bara inn í rúturnar. En maður hefur séð myndböndin hjá þér allavega, sko, það sem að fólk kemur svona hálfskelkað og það sem að þú ert meðal annars að leita að bílum fyrir þau, það sem að þau geta fengið þjónustu og þá koma gengin alveg óð að þér. Já. Og þau setja alltaf skrípaleikrit í gang að því að ég er með upptöku, þá byrjar alltaf að ljúga upp á mig. Ég þekki, þú ert alltaf inn að fiska kunna og leiða þú út í bílana hjá Íslendingu. Þeir finna upp á hverju sem er. Þeir alltaf að finna upp á einhverju. Eitt myndband sem ég birti nýlega, þá ég að það sem við erum búin að gera í 50 ár. Ef fremsti bílinn með slökkt taxamerki, þá annarkvort taxamerki bílað eða hann með mælingangi. Hann búin að stilla mælinn á 2, 3, 4, 5 skall. Akkurat. Í halva öld, þá förum við og þetta voru mestmegnis Íslingar í gamla daga, þannig að við fórum bara bönkuðum gluggann, kallið mig hvað ertu með mælingangi? Hvað að frétta þarna? Akkur ekki með kveikt ljósið? En við gerum þetta í dag, við erum bara reknir í burtu, sko. Þeir bara hópast í kringum okkur. Og það þarna eitt myndband sem ég birti bara núna nýlega sem var Sómali, alveg snarklikkaður, satt í Karali. Hann veit fórsprakkinn sem fékk mig hent út af flugvellinum. Ég er búinn að banka í gluggann hjá honum og hann bara inn í bílnum í einhverjum trúðalæt, hann bara svona byrjar ekki að tala að ég sé ekki mekanik og hvað þú að skipta þér að mér eitthvað og hann bara setja stað eitthvað skrípaleikrit sem gengur út af það að ég hafi verið að ásaka hann það að vera með mælinn gangi. Ég gerði það ekki, ég bankaði bara í góðan og það ekki kveikt merkið. Þú ert eini bíli sem er sjáanlegur, við megum bara vera með 1 bíl á gamla staðinu, þá vorum við bara með 1 bíl af 40 sem náði fram fyrir hotnið, svo við varum sjáanlegi frá aðal innganginum. Hann var með slökkt merkið, hann þekktur fyrir það að vera með 3-5 skóla starfskjöld, þannig ég fór bara að bankaði upp á hann, alveg sem búin að gera í 50 ár. Og fólk spyr mig, já, ok, þú ert búin að lenda í vesinni með hann núna, akkur hættur þess ekki? Að ég hætti ekki, við gerðum þetta í 50 ár. Ég ekki að fara að hætta af því að þeir eru ógnandi. Þannig ég held bara áfram það þess vegna ég alltaf í einhverju aksjón, sko. Því að ég gef mig ekki. Við höfðum afskipti af fyrsta bílnum í 50 ár. Í 50 ár. Af hverju á ég að hætta því? Kollega mínir hættir, en það að þetta eru ömmur og afar og þetta eru mæður og feður. Og þau geta ekki verið að standa í þessu endalögum slagsmálum. Það veist alveg hvað eins og frystúsi eða hvað sem er. Þú mætir ekkert í vinnun og stendur í slagsmálum allir daga. En ég er ekki með konu og ég er ekki með börn heima. Þannig ég kem ekki heim og smita kvíða og stress og allt þetta á börnin mín og konuna mín. Þannig ég bara tek þetta að mér og niðurstaðan er þessi. Loksis eftir 2 ár að þá verið að tala um mig á alþingi og myndböndi mín og þetta að hafa áhrif, en djöfull þetta búið að taka á í 2 ár, get ég sagt þér maður, þetta bara rugl, sko. En já,
Já, þá langar mig að þess að ræða svolítið sem þú varst að tala áður en við byrjuðum að taka upp sem að sló mig svolítið sem hræðsla lögreglumanna við að takast á við hlutina og að það sé einfaldara að handtaka þig heldur en að takast á við gengin og það pínu sláandi ef að sú staða komin upp að lögreglumenn séu orðnir hræddir við að takast á við veruleikann eins og hann birtist okkur. Ég veit ekki eins og hvar ég á að byrja og það verður erfitt að útskýra það. Ef við förum alveg bara strax tilbaka sumarið 2023 þá ekkert starfsfólk í Savia á gólfinu fyrir utan einhverja unga stráka sem ráðu ekki við erum ekki að fá neina, það allt farið í steik strax frá 1. apríl 2023 allt farið í steik niður á Keflavíkurflugvelli og ég þarna gamli PC-rittar en ég bara og þú náttúrulega woke, það gleymist það þess vegna ég held að feministarnir eigi dálítið í basli með mig að María vinkona þín Kemp, hún kallaði mig Margréti Friðriksdóttur daginn. Nú? Já. Af hverju? Já, hún bara, ég hef svo mikið rasisti. Það náttúrulega, mér langar að taka það fram. Sko, það náttúrulegmál fyrir því af hverju þeir hátt hluta þeirra sem að lenda í myndböndunum hjá mér hörundstökkir. Og þegar ég segi náttúrulegmál, það hefur ekkert með gen eða bakgrunn að gera, þetta bara leigubíla náttúrulegmál. Það búið að hleypa þeim í gegnum námskeiðin sem algjörlega nýjum típum að því þeir skildu ekkert á námskeiðan. Á meðan að við Íslendingarnir skildum allt, við höfðum eftirlit með konum öðrum að því við sátum allir sömu námskeiðin, við vissum allir að hinir bílstjórarnir vissu það sama og við. Þannig ég vissi ef ég fór að haga mér eins og fáviti og reyna að taka einhverja króktu, einhverja leiðir með fólkið, þá vissi ég að kollegarnir mér vissu alveg hvað það var, við höfum eftirlit með konum öðrum. Allir merkilegt hvað hann gekk á vel í prófunum. Allir merkilegt hvað hann gekk vel í prófunum með þetta. Já. Það skil ekki námskeið. Já, ég minna sko... Þeir náttúrulega tók ekki þessi próf. Nei, en sko leigubílastefning byggði á það í gamla daga að við höfðum, sko, það ekkert sem íslenski bílstjórar elska meira heldur en klaga hvern annan. Og þannig höfðum við eftirlit með hverjum öðrum. Þannig að leið og ekkur fór að sýna á sig einhverja grunnsalega hegðun þá spurðist það út í stjettinu og þá var orðsporið farið. Við getum bara tekið Keflavíkurflugvöll ef þú varst alltaf með stæla að koma gott dæmi að þegar Grindavíkurvegur lokast þegar komið hrauni við veginn og lokaður í 3 mánuði þá þurfum við að fara hafnaleiðina gegnum Ásbrú, gegnum Hafnir, þetta 10.000 króna dýrari leið en í staðið fyrir 10 skall að fara Grindavíkurveginn þá þurfum við frá Keflavíkurflugvelli þá kostar það 20 skall þetta mjög löng leið að fara í hina leiðina þannig að varaleiðina, fjallabakleiðina hvað maður kallar þetta, hafnaleiðina bara kölluð, frá Keflavíkurflugvelli í Bláa lónið. Herðu, svo þegar að Grindavíkurvegur opnar aftur, þá bara okkar menn nýja kynslóðin, alls ekki allir en slatti af þeim, þeir bara þykjast ekki vita að það búið að opna Grindavíkurveginn aftur. Þannig að þeir keyra stundum upp í viku 7 daga, 10 daga þá þeir að keyra hina leiðina ennþá af því að þeir þykjast ekki vita að það búið að opna Grindavíkurleiðina. Þannig að þeir að keyra ferðin á 20 skall í staðinn fyrir að keyra bara Grindavíkur frá Keflavík upp Reykjanesbrautina, Grindavíkurveginn á 10 skall. Þetta geta íslenski leigubílstjórar ekki leyft sér af því að ef það spyrst út, þú gjössalega búin að vera sko. Þú kemur með skottið á milli labbana þú kemur gjössalega niðurlaður inn á Keflavíkurstæðið aftur þegar við erum búin að finna út úr því að þú búin að keyra svindla á farþegum sko. Þetta var svona megin ástæðan fyrir því að leigubílabransin kúltúrið á götunum gekk bara þokkalega því að eins og ég sagði, Íslendingar elska klaga hvern annan sko. Og við elskum að heyra eitthvað svona af einhverjum öðrum svo við getum bara hjólað í hann sko, hann búinn þessi sko, en þetta ekki hjá nýju kynslóðinni, mörgum þeirra. Og þessi nýja kynslóð, segðu mig frá þessari hræðslu sem að þú segist að hafi skapast 1. apríl 2023. Já, býtum við, hvar voru aftur hræðslan? Þú varst þannig að lögreglumenn. Já, lögreglan, já, Sko, það náttúrulega var engin aðstoð að finna hjá frá í Savia. Það voru 3 strákar á vakt alltaf í parking service. Þetta voru stráksgrei.
það er ljótt að segja svona að það þarf bara að afhjúpa þetta voru ungi strákar sem að voru bara eins og ég þegar ég var 20, ég hefði ekki viljað vera dregin hérna út og hent upp í ginið á stórum hópum af 40 og 50 afgunnum arabum sem voru alveg trítilóðir eða gengi af 22-25 ára gömlum sómölum sem herjuði með ólíkindum að þessum drengjum var hentan út annars slagið eða sauð allt upp úr. Fengum enga aðstoð, þá fórum við að siga lögreglunni á það. Lögreglan kemur hann inn, skítrættir, það er ákveðnar kenningar af hverju lögreglan svona undirgefin þessum gengjum. Eitt er PC, lenda í PC. Maður hefur séð það í fjölmiðlunum hvernig þið lenda í PC-inu sko. Þú veist, einhvern tímann var einhver svartur Íslendingur, eða svartur hörnd, Íslendingur sem var fundin, fannst hann ekki sofandi í bílnum sínum hérna einhvers staðar í skógarhlíðinni eða einhvers staðar og þeir spurðu hann skilríki eða eitthvað svona og þetta var alveg bara mega mál að þeir hafa verið að krefja hann skilríki því að hann fann sofandi í bílnum sínum að miðja nótt og eitthvað svona og þetta var alveg svakalegt mál og það var alveg sko maður bara endalausar ásakanir rasisma og eitthvað svona, lögreglan hefði verið spurja eitthvað mann skilríki og veist, maður búin að sjá svona nokkuð mál sem að kannski voru ekkert það stór mál bara blæs upp alveg í eitthvað sko rasískar ásakanir og þess að það Ungi strákur sem með ljósa dreadlock sem var stöðvaður 3 sinnum með eitthvað út af því að það var verið að leita af svörtur strák með sem leit svipað út já, þannig að það búið að vera þessi case og þetta er svona spurningi hvort það sé ekki alveg það er allt í lagi að segja herðu umræðan verður bara svo mikil hún verður bara á sterum sko það verður bara hver konan eða feministinn eða eitthvað bara eða réttur hún að rita en bara þetta verður svo öfgafullt eitthvað þannig að svona, það er svona þetta getur alltaf verið ræðslan á leifstöð á lögreglumennum að þessi hrættu við PC-ið heldur ekki ég veit það ekki af hverju ekki Þeir eru mikið að eiga við hælisleitendurana og þú veist að þannig eru hælisleitendur og þannig eru alls konar ásakanir það að það séu menna frá ákveðnum menningarheimum að áreita konur eitthvað og mikið svona sögum ábyggla bara lygar eða veist eitthvað en svo er eitthvað til í sömu sögunum þannig að ég get rétt ímynda mér fyrir lögreglunni á Suðurnesjum þau þurfa að tipla tánum sko því að þetta getur allt soðið upp úr þú veist, ef þau taka á einhverjum og svo kemur ljós, ef þau gera mistök, þau verða að éta lyfin á PC-ið maður. Ég man eftir tímum þar sem að mátt ekki neita konum með upplöðun þeirra. Núna neitaði með upplöðun þeirra. Það er að segja ef einhver kona kemur með einhverja frásögna þá er það rétt sko. Já. En það eru breyttir tímar í dag. Já. Þetta er sko Þetta breytist alltaf rætt ég get engur talað leigubílastæði Keflavík fyrsta sumarið erum við erum að hringja á varaventilinn okkar að því Ísafi búið að bregðast það er ekkert hjá Ísafja það eru 3 ungi strákar á gólfinu bara sýndamennska það er ekkert að nota sér drengi í eitt eða neitt meðal starfsmaðurinn hefur farið tvisvar til tenni með mömmu og pappa og nú er þeir að fara að stjórna stærsta vígvelli og blóðugasta vígvelli stríðsmenningar heima á Íslandi. Þeir hafa bara aldrei talað við hörundstökkan fullorðið mann og nú standa þeir bara alveg umkringdi mönnum sem er alveg strítlóðir og með frekju og nef á lofti og þetta eru 20 strákar og þetta var það sem Ísafi að senda út til okkar fyrsta sumarið. Þannig að við byrjum að hringja á lögregluna og því að þurfti að fá eitthvað meira fagfólk til að hjálpa okkur sko. Því við réðum ekkert við þá. Það líða svona 2 mánuðir þá eru þeir búin að átta sig á því að það kemur ekkert út úr lögreglunni. Lögreglan kemur bara þannig inn og það er alltaf sama bara róa mannskapin, það er ekkert starffólk á Ísafja sem er í samskiptum við lögregluna, það er enginn sem skráir niður hvað er í virkilega að gerast þannig inni. Þannig að bara strax, þetta er fyrsta sumari, strax í ágúst þá eru þeir fannir að spotta alla veikleika. Þeir eru búin að spotta það er ekkert að koma út úr þessu. Það er ekki eftir 4 mánuði, allt svindlið þarna, alveg sturlað magna svindli og klár brot á samningunum við Ísafja. Þetta er brottaræktarsök í viku, 2 vikur, 3 vikur, 4 vikur og brot sem geta kostaði ótímabundið bann. Endalaust á þeim. En það gerist ekki neitt og það eru engar eftirlitsmyndavélar umsjónarkonan yfir leigubílastæðinu hún neitar að setja upp eftirlitsmyndavélar til að róa niður mannskipin Segðu þetta aftur
neitar svo sem á að sjá eftirlit Já. með þessu Já. að setja upp eftirlitsmyndavélar út af því að hún hrædd við það að fólk verði pirrað yfir því. Nei, þetta er ennþá sturglega en það, sko, umsjónarkonan í leigubílastæðinu fyrstu 450 dagana kom aldrei út úr húsinu og hún var ekki einu sinni niður á gólfinu hjá strákunum. Þetta var bara kona sem var inn í byggingunni og þáði laun fyrir að koma ekki. Svona er það. Þetta er klikkað. Hún var inn í byggingunni 450 daga, kom aldrei út úr húsinu. Þetta var umsjónarkonan yfir leigubílastæðinu. Býta þess, ég eftir 120 daga, þetta er orðið svo sturglað að ég snappa og ég fer bara inn í byggingunni og sparka upp hurðir og sagði, hvar er þessi kona? Og ég finn hana, ég fyrst í leigubílastæðinu sem finn hana og hún er alveg bara, og ég segi, herðu, hvernig stendur á því að dillingurinn ennþá hann á svæðinu? Hann var rekinn eftir 1 mánuð fyrir ógnandi hegðun við mig, það er tekið upp á myndband, sent á hopp, hann er rekinn á hopp á núleitni, hopp þorði ekki að taka sénsinn á honum. Hann er rekinn. 2 mánuðum seinna, 3 mánuðum seinna, í ágúst, það er búið að taka 3 lögregluskýrslur á honum, inn á leigubílastæðinu, úr aftursætinu á lögreglubíl. Hvernig stendur á því að þessi maður er ennþá hérna inni? Og þetta er umsjónarkonan leigubílastæðinu, hún er bara, býtu, hver er þetta eiginlega? Og ég var bara, guð minn góður, þetta er umsjónarkonan í leigubílastæðinu, maður. Við erum fucked, sko, afsakið íslenskuna. Ég hugsaði bara, Jesús minn Kristur. Og hún bara, og ég sagði við hana, herðu, ertu ekki að hugsa að setja upp eftirlitsmyndavélar til að róa mannskapið niður? Þetta er bara barna sálfræði. Við leigubílastæðinir settum myndavélar í bílana okkar fyrir mörgum ára síðan. Það róast niður mannskapurinn, það stendur í glukkunum alveg myndavélar, það bara, við fundum það alveg, stemmingin datt niður, það minna á ógn og allt saman. Og hún segir við mig, hlusta nú vel á þetta, nei, það er persónuvernd. Ég segi persónuvernd, það eru allir sem að stíga út úr bílunum fyrir fram á brottfararsalinn filmaður. Hinum með við bygginguna eru allir sem fari rúturnar eru filmaður. Og á 3. hliðinu er leigubílastæðið og á toppi byggingarinnar, þar er eftirlitsmyndavél, hún nær öftustu 2/3 leigubílunum. Það eru bara 10-12 fremstu bílarnir sem eru ekki mynd. Þetta er ekki persónuvernd, geskan. Herðu, þetta er álit lögfræðiteymis Isavia. Og svo snýr hún bara við og hljóp inn í bygginguna. Og hefur eitthvað verið í sambandi við hana síðan? Hana? Þetta var í ágúst. Hún sást ekki 2 mánuði viðbót. Þá, já, þetta er svo klikka maður. Höfum við 3 tíma í hana, bara tala hana. Þetta var sko kerfið fyrsta sumarið var þannig að það er svona pínulitli svona límiðar, svona guðlega límiðar til að setja veggina, með svona smá límræmu. Minnsta gerðina, þú kannast við þessari límiða. Ef að menn bruta af sér, þá áttum við að draga strákana hennar út. Þeir skrifuðu niður bílnúmerið á þeim sem að neitaði túr eða braut samningin. Þeir fóru inn og límdu þessa miða á veggin hjá sér, strákanir. Og þessir bílstjórar áttu að fara í bann og það var ekkert gert með þessa miða í 3 mánuði og það var engin settur í bann og ég lét hann að heyra þess að hvað er að gera með þessa miða? Akkur er engin komin í bann? Já, ég get ekki notað þessa miða því að þið eru alltaf að koma okkur öðrum í vandræðum. Og ég sagði, hvað eigum við þá að gera? Já, þið verða að filma hvern annan. Ég sagði, filma hvern annan? Þetta er ágúst, eftir 120 daga. Þannig að ég fer út á torgið með fréttinnar, leigubílastæði. Krakkar, við þurfum að filma allt núna. Hún vill fá hardcore vitnisburð bara, myndbönd. Það sem að menn eru að neita, ofbeldið, allt saman. Núna komum við þeim út. Í 2 mánuði voru ég og fullt af ömmum og fullt af mömmum og pöppu, það voru allir bara takandi upp bara á hverjum einasta degi myndbönd, sendandi inn á samgöngur@isavia.is í 2 mánuði. Eftir 2 mánuði var enginn komin í bann. Enginn. Hvert endalaust bara brotast, það var endalaust fyrir að níðalega okkur hana, það var bara brot á samningunum. Eftir 2 mánuði var enginn farin í bann, þannig ég sparka upp hurðir aftur, finn konuna, sem er deildastjóri núna, búið að hækka hana með tign fyrir frábær störf. Ég finn hann aftur, ég sagði, heyrðu vinkuna, hvað er að frétta þessum myndböndum? Það er enginn komin í bann. Já, ég get ekki notað þessi myndbönd þið verða að koma inn og leggja fram kvörtun hjá strákunum mínum, 19 ára gömlu strákunum. Þannig að nú áttum við að fara að leiða fólk inn klukkan 2 á nóttunni að því einhver bíll var búin að neita þeim túr
til að leggja fram formulega kvörtun inn í, þetta er náttúrulega allt bara hauga lígar í henni og og bíllinn sem að neitaði túrnum, hann komin í annan túr og farin, þetta er allt ómögulegt sko, en þetta er í stuttum máli, þá hef ég kenningur það að ég ég er ekki frambóði og ég líka að taka það fram að það er ekkert fyrirtæki sem ber ábyrgð á orðum mínum, en þetta er sturlað hvað er í ganginu á Keflavíkurflugvelli. Það er sturlað. Það hefur enginn komið út úr húsinu í mörg ár. Þau veit ekki eins og hvað er í gangi þarna. Það er ekkert einasti starfsmaður í Isavia sem hefur reynslað því að standa niður í komusalnum og skynja umferðarflæðið, hvað er í gangi þarna og umferðarflæðið fyrir utan byggingunum, þau skilja það ekki, þau vita ekkert. Það er engin starfsmaður, það var engin starfsmaður í upplýsingaborðinu, byggðu þetta flotta upplýsingaborð með 2 flatskjáum fyrir mörgum árum síðan, réðu aldrei neitt þarna, rifu borðið daginn, fjarlæðu það bara, strákarnir parkingservice, þessi 3 strákar sem ég margsinni búin að tala sem stóðu vaktina 24 tíma sólarhringsins til að verja þá í janúar núna 620 daga inn í nýju leigubílvegin, þeir settu hlera fyrir gluggann til að verja þá frá ágengni frá mér og ellendu gengjónum. Þannig að núna eru þessi 3 strákar inn í lokuðu loftlausu rými núna og þetta er bara laust í Isavia við vandamál. Það er bara aldrei að eyða peningi eitt eða neitt, aldrei að ráða starfsfólk og þeim er alveg skýt saman farþegana sko. Ef það er ekki peningur í því þá bara leið og kemur út úr tollinum þá bara er Isavia skýt saman alveg skýt saman. Þetta er, já. Hvað var upplýðunar spurning? Við ætlum að fara það man ég ekki. Nei, bara sorry, ég lenda á randið þannig sko. En ég velti fyrir mig samt sko út af hvernig þú talar hérna. Já. Hvort að þú sem, eins og þú segir sjálfur sko, ert gamall Rauðakross, woke, réttrúna, riddari, soyboy, latte, allt þetta hérna. Já, gott er bara með það. Hefur áhyggjur að því sko, nú er ég að hlusta á viðtal við Navid Nouri, held ég hann að við heitið, Afgani, sem hefur verið að keyra og að eigin sögn hefur verið að keyra bara sem fyrirmyndar bílstjóri og núna er að hans sögn að rasismi aukast, hann er að hætta. Ég er byrjaður að heyra sögur af íslenskum drengjum sem er að áreita erlenda bílstjóra. Það er miklu harðvíraðri stemming að öllu leyti og það er þér að kenna út af því að þú segist vera bara að fletta ofan að þessu en skilurðu sama hvað fólki finnst þá er hliðarafleiðing af því að rasismi eykst. Skítalar eins og þú með skafinn haus og öllu tjalda. Hvað finnst þér um þetta? Skilurðu, hvað hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Það finnst þú að minnast á þetta að ég man þegar ég fór út á sögu og fyrsta skipti ég labbaði henni út á sögu að meira sinni út á sögu þegar hann bauð mér í viðtali fyrsta skipti, hann vissi ekki hver var að koma inn þannig að ég sá það alveg á þeim að þeir bjuggust við krúnurökum manni með risastóran hakakross á enninu og það vantaði bara hakakrossi en ég sá það alveg á þeim og þau voru bara Friðrik, þú verður að gera grein fyrir því að þetta eru viðkvæm málefni. Þú verður að safna hári. Þetta er ekki að vera skinhead. En þetta eru viðkvæm málefni. Ég sagði já, bara takk þessu rólega, ég gerir mér alveg grein fyrir því að þetta eru viðkvæm málefni. En öllu gríni sleppt, þá bara velti ég fyrir mig, skilur, hefur áhyggjur af því að það sem þú ert að birta, það sem er að gerast, það sem skilur gerist upp á Keflavíkurflugvelli, Bergþór Ólason núna tekur bíl, hann segir bara já, það var bara svindla á mér strax og ég gerir ráð fyrir því að það sé mikið svindleri í gangi og ég gerir ráð fyrir því að þegar að menn komast upp með svindla einfallega eru sem bara einfallega gera út að þeir komast upp með það en hefur áhyggjur af því að út af því að stemmingin í samfélaginu er að breytast ótrúlega hratt stemmingin í Evrópu er að breytast ótrúlega hratt ekki til betri vegar. Ég er að vera að fara að fá mann á eftir sem að sagði að allir múslimar væru nauðgarar sem að væru komnir til að mergsjúga kerfið. Þannig að skilur það er Ertu að fara að fá mann á eftir? Já. Bara eftir? Já, bara eftir 1,5 tíma þá kemur Binni í Clubbed Up
sem að birtifærslu þess eðlis og við ætlum að, þú setur eldfim mál. Þeir voru eitthvað búin að hafa samband við mig og viltu fá bara spjalla við mig kom ekki neitt og ég afþakka það. Hverju þá? Klöpt Vildu spjalla við þig? Já, annar þeirra held ég þeir sögðust vera með eitthvað verkefni í gangi sem hefði langur að fá álit mitt á fjölmenningu og kom ekki neitt. Já. Og það er líka, ég vil taka það fram að því að nú ert þú farin að ég heyri að þú ert að skrúa upp hittar á mig núna varðandi rasískar ásakanir og svona þá langar mér líka að taka það fram að það er búið að bjóða mér allan aðskotan samtöku búin að hafa samband við mig, ég er búin að afþakka allt saman, ég vil ekki tengjast við einn eða neitt, ég vil að viðhalda mínu málfrelsi, ég er búin að afþakka allan fjárstuðning frá fyrirtækjum eins og í leigubílabransanum að því ég vil ekki að það sé hægt að klína einu en einu sem ég segi upp á einn eða neitt. Margrét Friðriksdóttir byrjaði að hafa samband við mig fyrir svona mánuði síðan út af einhverju og ég bara dustaði hana bara að mér hérna ég hef ekki tíma, hún hafði samband við mig bara á Messenger, ég hef ekki alveg tíma og svo viku setna, ertu komið lögfræðing þetta mál hérna svo að skrifa í gær og já, ég komið lögfræðing eitthvað, ég var ekki komið lögfræðing og hérna ég bara dustaði hana að mér í svona 4-5 skipti, þangað til að það kom þetta mál upp með hérna ástursku dömundur daginn og ég bara snappaði bara, því ég var búin að vinna í þessu svo lengi ég sagði, heyrðu, hvað í anskotan bara, ég skrifa bara caps lock á hann bara á Facebook bara hvað í anskotanum eru fjölmiðlar halló, og það kveiknaði eitthvað á perunni hjá sumum Margrét Friðriks hafði náttúrulega, hérna, hún hafði samband við mig heyrðu, og ég sagði bara, heyrðu, nei, ég er ekki að fara að setja orð mín, ég vil ekki enga tengingu með Margrét Friðriks og hérna, þannig að hún var að hafa samband við mig í 5. skipti og það enda með því að ég sagði, heyrðu, þú bara skemmdarvargur þú veist, þú eyðileggur allt fyrir fólki sem er eins og mér, eins og ég komin með efasemdir varðandi innflytjendamál í Íslandi sem er dálítið viðsnúningu frá 2 árum síðan þú ert skemmdarvargur þú eyðileggur og ég sagði einhverja ljóta hluti við hana og hún bara snappaði og svo kemur einhver Þröstur Jónsson þú ert nú að býða hérna fjölmiðlum og svo bara neitar okkur ég bara, látið mig í friði, ég vil ekki tengjast ykkur á nokkurn á ég meina, hvað gerði hún í síðustu viku? Fleygði hún ekki bara út einhverju Facebook eitthvað hérna einhverju sög á Facebook einhverja hópnöðgun og eitthvað svona hún er bara, já ég útskýrði það fyrir henni þú ert skemmdarvargur þú ert að fóðra réttrúnaðinu með fallbyssukúlum og fallbyssupúðri til að skjóta okkur í tætlu fólk sem hefur efasemdir eins og ég komið með efasemdir ég vil bara halda þeim nóti, ég vil ekki fara út í eitthvað rasísk kjaftaði og eitthvað algjörlega illa ígrundaða rasísk komment og pælingar eða eitt eða neitt, mér finnst að ég hef verið hægt að ræða þessi mál án þess að vera í einhverjum rasískum árum. En það eru rasistar peppaðir yfir þér. Já, ég gerir mig grein fyrir því, það er líka búið að bjóða mér í full. Ég er náttúrulega með sömu vandamál, sko. Já. Ég ég, sko, eins og segið, þú varst þannig að skrúa upp hitastig, ég var að ræða þetta nú bara síðast hérna við Árna Helgarsson sem ég var að mynda að segja bara hérna, staðan, ég veit ekki hvort að hann vilji láta neymdroppa sig hérna, en þú veist að hérna staðan er tölvöld verri heldur en við gerum okkur grein fyrir og sagði sérstaklega hjá ungum strákum, sko. Varðandi rasisma? Já. Ef við tökum myndböndum mína þú vorst að spyrja á þann sem sagt, ég fer að birta myndbönd 9 mánuði inn í nýju leigubílalögin. Ég er með PC-reikning réttrúnaðarreikning sem er að blokkar og frosta log og öllum og þér og ábyggla og Jakobi Bjarna, allir hata með hana. Ég held ég aldrei blokkað henn. Nei, ég er sko hatar og öllum, ég hef alltaf rífandi kjaft sko, ég elskar rífa kjaft og einhver segir að ég geti verið góður í því og ég var eitthvað, þannig að ég var búin að fara í taugunar ansi mörgum hana. Svo breyti ég PC-reikningum mínum yfir í Taxi Hunter. Og það er í janúar 9 mánuðin í 9 leigubílum sem ég fer að birta myndbönd það er búið að vera ótrúlega glíma í haustum á mér í marga mánuði að fara að birta þessi myndbönd því að ég þarf að fara í gegnum marga siðferðislega spurningar í haustum á mér en ég á samt mjög auðvelt með að réttlæta einhvern veginn af því að það er verið að vega mér það er verið að vega starfseiðri mínum með svindli eftirlitsleysið er algjört þannig bara búið að sleppa öllu lausu og það er verið að vega mér það er verið að vega stéttinni minni ég er að sjá kollega minna bara forða það er búið að vera flótti af íslenskum bílstjórum og íslenskum mælandi bílstjórum út úr stéttinni af því að sko fólk sem þetta er náttúrulega lögmál á vinnumarkaðnum að þeir sem tala íslensku sækjast í betur borgustörf
og þetta var og ekki bara betur borgu störf heldur líka bara þægilegri störf þegar þetta orðið óþægilegt eins og þetta var orðið. Þannig þegar ég fyrir loftið í janúar, af því að nú bara svona þegar ég fyrir loftið í janúar með myndböndi mín, þá ég bara búin að taka þá ákvörðun fyrir þig. Þú ert bara sendiboðin. Ég bara stimplaði það bara inn í mig. Ég er sendiboðin. Að stjörnundar í myndböndunum mínum séu svo hörundstökkir, brúnir, svartir, komandi frá þriðja heimsríkjum, hálfgjörnum þriðja heimsríkjum, stríðsáraríkjum. Það er bara náttúrulega lögmál af því að þeir eru búin að koma þeir eru búin að fá allt annað, þeir eru ekki búin að fá neitt undirbúning. Það er önnur menning líka. Þetta eru hráir ég er búin að kalla þetta bara hráa leigubílstjóra. Þeir eru búin að sitja 5 daga upp í ökuskólanum í Mjódd á þess að skilja orð. Þeir voru bara líkamlega til staðar. Þannig að þú er bara bókstaflega búin að taka leigubíl frá Mogadishu í Sómalíu með krana, lyfta hann upp, setja hann á skip, kargó eitthvað, sigla hann til Íslands og sleppa hann lausum hérna. Og hvað heldur að sé að fara að gerast? Þegar þeir útskrifast úr ökuskólanum í Mjódd, það er bara, þeim er afhent bara taxamerki, posi og mælir. Og þetta er allt gert í skjóli hopp til dæmis. Af því að þeir eru að fara að sinna hopp-appinu en þeir fá að vera með mæli og því hopp-appið er svo örugt að það á ekki geta klikkað en vandamálið er bara það að það er búið að láta posa milli sætana, mæli í spegilinn og taxamerkið á komingni og nú eru þeir komnir inn í raðin hjá okkur beint frá Sómalíu, beint frá Pakistan og Sómalir, þeir eru slæmir. Ég komin í þetta alveg. Ég fór í fyrsta viðtal sem fór í, það var í desember á RÚV Ríkisútvarpinu, hjá Andra Frey og ég man að hún spurði mig í lokin bara, er virkilega hægt að skilgreina það svona eftir þjóðerni? Ég sagði, þeir hægða sér öðruvísi ég sé enga ástæðu ég skynja fólki finnst þetta óþægilegt allt saman en Sómalarnir haga sér allt öðruvísi heldur en Arabarnir beita allt öðrum brögðum Arabarnir haga sér allt öðruvísi heldur en Afganarnir ég sé enga ástæðu að má ekki tala um þetta ég finn alltaf fyrir svona óþægilegt fólk er svona þú ert að skilgreina eftir þjóðernum hérna já ég meina þetta er ekkert stórmál, ég þarf svo sem ekki að tala um þetta en ef ykkur langar að fræðast um þetta þá get ég alveg sagt ykkur hvernig Sómalarnir haga sér þeir haga sér allt öðruvísi heldur en Afganarnir og ég get alveg sagt ykkur hvernig Arabarnir haga sér þeir beita allt öðrum brögðum heldur en Afganarnir þannig að þetta er búið að vera þessa fyrsta sumarið sem ég var að vinna á Keflavíkurflugvelli þá vöknuði bara upp alls konar spurningar hjá mér og ég sá fyrsta lagi þá var það þannig að það voru engin forsprakka leigubílastöðurnar á staðnum og það voru engin blaðamenn á staðnum þannig að það voru bara leigubílar þannig að það var engin með yfirlit yfir eitt og ekkert starfsfólk í Savia þannig að það var engin með yfirlit hvað var að gerast þannig fyrsta sumarið þegar það byrjaði að myndast þannig stór gengi hvernig þeir tóku yfir og þetta var svo mikið starfsmann að velta á svæðinu á hverjum einasta degi til þess að leigubílastæðinu það koma fullt af bílstjórum hann morguninn svo kom þeir aðri bílstjórar miðjandaginn og svo kom þeir aðri bílstjórar kvöldið og það var aldrei hægt að finna út úr því hver kýldi hvern kvöldið áður þess að maður mætti vinnuna það var rosa drama hérna kvöldið áður en í fyrrakvöld og við gátum aldrei fundið út úr þessu þannig ég hugsaði bara það verður eitthvað að fara að danna sér myndi við það sem er í gangi en á hversu slæmt ástandið er og þetta er eina ástæðan fyrir því að ég bara skellti mér í þetta og ég skellti mér í út af reynslu minni með Rauða krossinn 20 ára alltaf frá því flyttið til Danmerkur fyrir 30 árum síðan flesti vinir mínu voru frá Bosníustríðinu Arabar og eitthvað svoleiðis þannig ég ákvað bara ég tel mig vera færari heldur en margan annar mannin margur annar að taka þetta að mér að svona vera svona friðastillir milli hópana og þess áttar þannig að mér fannst ég verið kjörinni stöðu til að setja mig inn í málin að ég gæti aflað upplýsinga innan öllum hópum hvað er í gangi, hver er í hvaða gengi og allt svoleiðis þannig að ég datt hana fyrsta sumarið þá datt ég í svona hlutverk áhuga mannfræðings einhvern veginn og að því mér fannst ég bara verið stöðu til þess og svo bara keyrði ég þetta áfram að því annars það hefði enginn verið með ekki eftirlit hvað heitir það, yfirlitið það sem er í gangi það myndi enginn vita
þú veist, hvað er Afganarnir margir og af hverju sumir Afganar ekki að tala við aðra Afgani og hvað er í gangi hérna, sko, það var engin með yfir þannig að þú getur bara, sko, eins og nýju umsjónamaður leigubílastæðins í dag, hann Unsi vinur minn, hann sagði þegar hann kominn á hann birtist á Twitterum hjá mér í október, það vissi enginn hann búin að vera umsjónamaður í 2 mánuði, það vissi það enginn en hann snappaði, misti sér reiðiskast á Twitterum hjá mér og eitt af fyrsta sem hann sagði að ég er ekki yfirmaður, ég er bara umsjónamaður það er ekki hægt að vera yfirmaður yfir malbyggi og þetta var viðhorf í Savia að leigubílastæði er bara malbygg þannig að það er ekkert eftirlit engar eftirlitsmyndalega ekki neitt þannig að ég setti mig bara í þetta hlutverk og það Já, en mér sko en ég velti fyrir mig samt sko út af því að þú talar svolítið glannalega sko ég velti fyrir mér, þú talar að þú sett friðastillir Nei, ég var upphafi ég naut virðingar í byrjun lagana þá naut ég virðingar að þegar ég birtist inn á svæðinu að leigubílasvæðinu, aftast keyrði inn, aftast í röðinni 50 metrar frá byggingunni, uppi byggingar stóðu Afganir, Arabar og svona það fóru hendur á loft þegar þeir sáu mig að því ég var búin að stilla til friðar að því ég var svona, það voru ágreiningar á milli menningahópa og ég var svona friðastillir en þá velti ég fyrir mig skilur þú vorst einhvern veginn búin að koma þér þá stöðu að þú ert 3 svor handtekinn á sama deginum skilur þetta eftir í 5,2 til 5,3 kilometra fjarlæði lítur ekki vel út Nei, lítur ekki vel út og ég menna, þú veist, maður sem að segir hérna, Pakistanar og Sómalir þeir eru ekki góðir það er svolítið hlutfall er ekki gott ég sé enga ástæð til að þegja yfir því það er sómalsku kollegi minn á Hreyfli sem er að standa sig alveg eins og hetja tala íslensku, hann er sem sagt sómalskur íslendingur hann kemur ekki til Keflavíkur rétt eins og ég og það er annar bílstjóri frá Kenía líka hann kemur ekki til Keflavíkur þannig að við erum sem sagt 3 bílstjórar á landinu sem getum ekki stunda atvinnurekstur í Keflavík út af sómalska gengunin í Keflavík þannig að hlutfallið en af hverju þeir tveir, þú veist, þeir ættu svona að þeir þora ekki að láta sjá sig þannig því að ef þeir láta sjá sig þeir verða bara umkringdir að stærstu skítalum á Keflavíkurflugvelli. Umkringdir og gert hvað? Það lítur ekki vel út. En hvað lítur ekki vel út? Að bílarnir eru svo stútfullir að stærstu dólgunum á leigubílar. En af hverju verða þeir sérstaklega fyrir því? Ég meina það eru líka aðrir hérna. Af hverju verða þeir sérstaklega fyrir aðkasti? Af því þeir eru frá Sómalíu og Eþíópíu. Á Kenía? Nei, Eþíópíu. Já, Eþíópíu. Ok, en ég skil samt ekki af hverju þeir ættu að verða fyrir meira aðkasti heldur en aðrir Íslendingar. Þeir verða ekki fyrir aðkasti. Þeir verða ekki fyrir aðkasti. Bílarnir eru að fyllast af sómölskum svindköllum. Það lítur ekki vel út fyrir fyrir. Fyllast af? Hvað er það að fara inn í bílan hjá okkur? Já, ég meina það sem við gerum, við höngum með hverjum öðrum, menna við erum alveg hangandi allan daginn, stundum koma 2 klukkutíma sem engin hreyfingar á röðin og menn eru alltaf að spjalla svona. Þannig að ég man í fyrrasumar þá var sómalskur aflýsingamaður sem að mætti niður í Keflavík og bara sómalarnir niður í Keflavík, þeir voru bara mætti strax inn í bílinn var bara fullur. Það er þess að aðrir bílstjórar á leigubílastæðinu, þeir sáu bara mestu dónana og dólgana bara inn í bílnum. Skilur ekki hvað ég er að segja? Þetta lítur ekki vel út, sko. Nei, ég skil ekki, sko, af hverju það er að fara inn í bílana hjá, þú veist, ef ég læsi bílnum minn af því þeir eru frá Sómalíu. Já, en ég geti farið bara að fara með kaffi, skilur, ég þarf ekki að endilega að vera í... Er það alveg viss um það? Ég veit það ekki, ég er að spyrja. Það fór enginn inn í bílinn minn þegar ég var hann upp á Keflavíkurflugvelli, sko. Já, það er bara enginn nefnt að tala við þig. Enginn nefnt að tala við þig. Ég tala alveg fólk, þeir voru svolítið ekki komin í bílinn minn. Það er þá nýtt. Nei, við sittum átt inn í bílum og hvort öðru og svona. En líka það, þú lætur sjá þig eitthvað út úr, þetta er, sko, ég get sagt bara, ég tók eftir þessu eina skipti þannig í fyrrasumar, það er sómalskur aflýsingamaður á Hreyfli, hann poppar upp á bílana og bíllinn bara stútfylltist. Ég labbaði fram hjá þessu, ég sagði, Guð minn góður. Við erum að tala um sómalska leigubílstjóra á Keflavíkurflugvelli sem eru gjörsamlega óþolandi, þeir gefa ekki upp nein verð. Þeir eru eins og þeir búa á annarri plánutu, þeir eru ekki að virða neina reglur, óskrifaðar, þeir eru ekki komnir til Íslands, ég ætla bara að tala hreint út, séu að fann að skjálfa núna, ég sé að fara að missa eitthvað út um mér, þeir eru komnir til landsins ekki til að eignast vini, get ég sagt þér, ég get lofað því. Þeir ber ekki virðingu fyrir einu að neinu,
þeim alveg skít sama vinnustæðan að halda vinnufriðin og leyfa okkur hinum hérna 50 mér eða einhverju ömmu í Keflavík að koma slök inn á vinnustæðin. Þeim alveg skít sama. Þeir alveg tilbúin að snúa öll upp í bál og brandana á 0-1 sko. Þeir bera enga virðingu fyrir neinu sko. Og hlutfallið, það sem ég sagði að þú ætlar ekki að negla mig með Pakistanana og Sómalina, hlutfallið af Sómalunum slæmt. Fyrir utan þá sem að keyra stóru stöðuna, ég veit bara eitt sem... Þú talar hlutfall þeirra sem að haga sér vel og haga sér illa? Já, nei, hlutfall, já, nákvæmlega. Það að segja, sko, hlutfallið af Sómalunum slæmt. Ég veit að einu sem að keyra sömu stöðu ég, hann er flottur, talar íslensku, hann er ábygglega íslenskur ríkisborgari, þannig að hann er sómalskur íslendingur. Svo erum við með hina. Þeir eru niður á Keflavíkurflugvelli, þeir voru upprunalega 6 til að byrja með, vanvirðingin gagnvart öllum maður. Og þeir voru talandi svona við Íslendinga fyrsta hálfárið, fyrsta 1 árið, alltaf reyna að vera einhvern vinarlaganótum, það er veggur núna. Það er enginn sem talar við það. Það er allir búin að fá nóg að þeim. En þeir eru bara ennþá, þeim alveg skít sama allt. Hvað er að tala stórt hlutfall? Það myndi giska. Þú talar alltaf hlutfall eða óskýrt? Já, hlutfallið sko, þeir voru uppræðina 6. Þetta er mjög erfitt fyrir mig að hafa tölu að segja því Úlfar er bara búin að leyfa mér að fá 10 mínútur á svæðinu og hann kemur með bíl hana, hvað að reyna að sækja mig. Þannig að þeir eru orðnir eitthvað fleiri. Ég myndi að segja þessi 8 núna, eitthvað svoleiðis, 100% hlutfall. 100% hlutfall. Þannig að allir sómalunir eru... Allir, hver einn og einasti. Ég sé enga ástæðu til að þegja yfir þessu. Pakistanarnir, ekki eins slæmt. Freka lítið sample size og það voru Pakistanar 3-4 fyrsta sumarið ég búin að fara í gegnum svona 10 Pakistanar kannski 6 þeirra mjög slæmir ég sé enga ástæðu til að þegja yfir þessu. Nei, en það er mjög margir samt en við erum samt að tala, ég taka fram að þetta eru sko bílstjórar af nýju kynslóðinni sem eru ekki undir neinu eftirliti. Þetta er svona alveg gjörsala hráir bílstjórar. Bara krani, lifta pakistanskum leigubíl upp á eitthvað flutningaskip og bara sigla til Íslands og sleppa lausum á Íslandi. Þetta er svoleiðis. Þannig að þetta er ekki, við erum, og það er mikill misskilningur, ég sé oft í umræðinu svona, ég skil ekki þessa umræðu að sé eitthvað vesen með ellenda bílstjóra og ég sé þetta oft á Twitter og Facebook og ég veit að þetta eru fastakonur hjá stóru stöðunum og þau eru að tala ellendu bílstjórana á stóru stöðunum. Það er ekki vandamál með bílstjórana á ellendu stóru stöðunum. Það er bara fólk sem er aðlagast og það er bara fólk sem er að vinna sig upp í samfélaginu. Eða í stéttinu. Sko, því að þú talar svolítið frjálslega, sko. Ég get alveg gert ráð fyrir því að það hafi verið ákveðin núningur út af því að þið eru á stóru stöðunum og svo koma aðrir menn sem eru að taka business og þú segir að þeir séu hræðilegir. Afbrýðsami, ég veit hvort þú fara Já, svona það bil, sko. Ég er ekki að tala um einhvað endilega og sért eitthvað svona rosa afbrýðsami. Ég er líka bara að tala um svona praktíst, ég meina það hefur skapast ákveðin núningur, það er ákveðin samkeppni, það hefur leitt til þess að það verður þessi veggur sem voru að tala um og þá náttúrulega kemur þú hingað og segir að allir séu vola slæmir, skilur þú? Nei. Okay. Nei. Það er búið að keyra okkur alveg frá fyrsta sumarið keyrði lögreglan og Isavia á okkur að því þau voru bara löt og þá sögðu þau bara, þetta er bara afbrýðisemi í íslensku bílstjórunum. Fyrsta lagi verið að vega starfseiður okkar, það verið að stúta stéttinni, það verið að stúta orðspori leigubílastéttarana, stúta orðspori Keflavíkurflugvallar, leigubílastæðis Keflavíkurflugvalli og við erum alltaf að saka, þetta er bara afbrýðisemi ykkur, það er komin samkeppni, þetta er ekkert heilbrigð samkeppni, það er verið að stúta okkur og það er komið stórir hópar af mönnum sem hugsa eins og dólgargenginni Keflavík, þeir hugsa eingöngu afturöndan sjálfum sér og daginn í dag. Þetta er ekki gott fyrir businessin og það er alveg sama hvað ykkur fannst leigubílastéttina hér í den, við hugsaðum aðeins upp á orðsporið okkar, öllítið. Við þurftum að viðhalda því. Þannig að það var komið samkomulag, það sættu sig allir við hann á Keflavíkurflugvelli, herðu, heiðarleg áætluð uppgefin verð, veita góða þjónustu, það borgar sér til lengri tíma. En auðvitað við dólgar líka, okkur langa bara, já, hörðu mig, ég er nú alveg til í að smyrja auka 3 skall á þessa ferð og eitthvað svona bla bla bla. Og það kom alltaf einhverju íslenski dólgar inn í bransan, en við náðum að síða á til og menn svona sættu sig við að, við náðum að samfara allir það,
höldum öll á góðu nótunum, ekkert svindl og kjaftaði, höldum góðu orðspori, þetta bara rúlar áfram og til lengri tíma þá höfum við hagað því sko. En þetta liðin tíð að við bara getum ekki ég komin í eitthvað alveg endalaust rasístrant hérna, eitthvað að drulla yfir erlenda bílstjóra, en það gífurlegt magnaðið minni Keflavík, þú færð þá ekki til að skilja það að halda orðsporinu getur borgað sig. Orðspori séttarann, orðspori leigubíla staðisins í Keflavík. Við fáum það ekki til að skilja það. Þeir sjá bara daginn í dag og afturhendan á sjálfum sér. Bara hversu mikið pening fæ ég í dag. Og þetta ekki, þú veist, þetta ekki team players. Þetta merkilegt. Ekkert með rasism að gera, þetta bara ekki team players og það það sem við þyrftum og þá þurfum við strangara eftirlit og... Heldur að strangara eftirlit myndi koma til með að bæta þetta? Heldur að það svona athygli sem myndir að fá myndi koma til með að minnka rasisman í þér? Já, klárlega. Ég meina það verður minna vesen og þetta þægilegra og bara, þú veist, það kemur bara rói við hlutina og allir undir eftirliti og við erum fullt af erlendu bílstjórum á hreyfli. Þeir eru bara undir sama eftirlit og ég. En ég veit ekki hvort að þeir séu betri að verri manneskjur en ég. Þeir þurfa að lifa undir sömum reglum og eftirliti og ég. Og þeir jafn miklir rasistar? Myndur halda? Ég rasistar gagvað hverjum. Nú, öllum þessum hræðilegu sómálum á Pakistunum. Ég held að sumir þeirra séu mjög sárir að því þeir verða fyrir rasisma og þeir vita alveg hverjum það er að kenna. Og þetta flókið að því þeir eru ábygglega eflaust hataðir eitthvað af þessum bílstjórum sem eru hörnastekir og koma óorða sjálfan sig á sama tíma hataði mig að því að ég að birta myndböndi. Ég gerir mig grein fyrir því. Þetta ekki búið að vera neitt gaman fyrir mig. Ég hef alltaf elskað bara, ég bara eins og feministarnir, ég hef alltaf elskað einhvern veginn að kynnast fólki frá öðru löndum og gaman að spjalla við það fólk í hverfisbúðinu minni sem bara afgræða mig bak við kassan sko, eða gefst tími til að spjalla við það, fer ég að spjalla við það. Ég hef alltaf verið svoleiðis, bara alltaf forvitnast eitthvað um fólk, en ég veit núna að það er hort á mig og sagt bara, heyri, þetta gaurinn sem hann er ekki bara rasismi í landinu sko. Þetta ekki staða sem ég langaði að vera í sko. En svo svarar spurningum minni, hefur áhyggjur að því, bara já og nei, hefur áhyggjur að því að þetta ekki rasisma sem þú ert að gera? Þetta átti bara að vera 6 mánuðir maður. Ég er búin að vera 15 mánuðir að birta myndbönd. Þetta átti bara 6 mánuðir. En hefur áhyggjur að þú setja auka rasisma? Já, auðvitað ger ég það. Þetta er náttúrulega hundlega eðlilegt. En þetta ekki mér að kenna, ekki á nokkuð nátt maður. Akkur er yfirvöld ekki búin að bregðast við. Og fólki er alveg skít sama. Það umsagnir núna frá því varðandi breytingar á nýju leigubílalögunum, umsagnir í samráðsgáttinni frá samtökum atvinnulífsins, viðskiptaráði og hopp. Þarna snjóhvít, náfölt, moldríkt hvítlið sem alveg skít sama þessa hörundstökku eða erlendu bílstjóra á götunum. Þau eru bara viðhalda kerfinu eins og það sem einmitt ástæðan fyrir því að það búið að blossa upp þessara. Ég bara sendiboði. Ég tók þá ákvörðun fyrir 15 mánuðum síðan. Ég hugsaði að ég ætla að keyra til 6 mánuði. Það verður búið að vekja athygli á þessu, verið gripið á þetta verður óþægilegt. Þá eftir að blossa upp rasismi út af myndböndunum mínum í 6 mánuði. Þetta er búið að liðni 15 mánuði núna sko. Ég veist að ég er búin að vera ennþá aða því það þarf að afhjúpa þetta. Og heldur áfram? Ég er að fara að halda áfram, já. Já, ég er búin að vera að meta það komin áfram að því að ég er ekki að treysta því sem er í gangi á Alþingi núna. Ég held að þetta sé bara einhvern veginn að því nú er að fara í sumafrí og ég á allar á nóg myndefni. Nóg myndefni? Já, nóg myndefni. Erum við búnir? Við erum það finnst að skilja segja. Við erum búin með myndefni. Er myndefni nú? Já, sko, SD-kortin þóla 2 tíma, þannig að við erum svona að fara að vera káni með það. Kota með eitthvað að lókum. Já, Úlfar Lúðvíksson. Vorum við búin að tala um hann? Já, vorum við búin að tala um hann. Þjóðarskömm og skandal. Það er náttúrulega Ísafi, sko, þetta er bara hrikalegt. Hún er með lýst eins og einhverju þjóðhetju fyrir að venda landamærin okkar og við leigubílstjórar erum búin að horfa hann með bara í 2 ár með bara buxurnar á hælunum, standarnir á Suðurnesjum, bara berrasaðan pissandi upp í vindinn með allt í steik. Ég er ekki búin að hitta einn einasta lögregluþjón á Suðurnesjum sem getur staðið upp í hárinu á 22 krónur sómala. Þannig að þetta meikar ekkert sens að hann sé einhver nagli sem er að bjarga íslenski þjóð og ég veit ekki hvað sko. Og svo er hann ásamt, vorum við ekki búin að tala um þetta áðan, var það fyrir þáttina í þættinu, við vorum að tala um áðan bara hvernig hann
hefur ekki talað við neina íslenska bílstjóra. Fyrir þáttinn. Hafa fyrir þáttinn, já. Það sem hann gerði eins og hann lagði aðstöðunni Keflavík og bara alla leigubílstjóra á Íslandi í einhelti með því að ekki tala við okkur. Hann talaði við Sómali, hann talaði við Arab, hann talaði við gengina Keflavíkurflugvelli. Hann bregst við því, hann búin að vera í samvinnu við þá menn sem skildu ekkert á námskeiðunum. Hann í samvinnu við þá. Af því Ísami búin að mæla með þeim. Þannig íslenski leigubílastættin búin að gangi í 80 ára í Íslandi, við erum búin að vera 50 árin á Keflavíkurflugvelli, halva öld og hann hefur ekkert samráð við okkur. Þegar allt fór úr böndunum, hann hafði ekkert samráð við okkur, herðu, hvað gerðist þetta? Og hvernig lögum við þetta? Heldur bara hélt Úlfar Lúðvíksson áfram fullri samvinnu við Sómalina, Arabana og Afganina. Og þetta er aldrei merkilegt, finnst mér. Og það er þarna aðstöðin sem er náttúrulega með 40 bíla, þetta er svona allt seasonal, þetta er svona ástíðabundið og þetta er líka bundið við ákveðna tíma sólarringsins, þetta er mjög, og það er enginn sem á að vita það betur hversu erfiður svona rekstur er heldur en Keflavíkurflugvöllur sjálfur, að því þeir eru með allan hennar mannskap og svo koma dauði tímar og svo kemur rössa ár aftur, það er erfitt að manna þetta allt saman og þeir eiga að vita það er að sama með aðstöðuna, leigubílstjórann í Keflavík, en þeir eru búin að gera þetta eins erfitt fyrir aðstöðunni Keflavík eins og hægt er með því að hafa engin samskipti þá, enga samvinnu og það er aðstöðun sem að við sem samfélag þurfum á aðstöðunni að halda af því þetta er fólkið, þessi 40 bílar sem alveg sækja alla túristana á bílaleigunar, ferðaleg fólks hefjast oft á því að leigja sér bíl í Keflavík, það er gífurlegt magna bílaleigum í Keflavík, Ásbrú stútfullt, allt þannig að þú keyrir Reykjanesbrautinni áttan á flugvöllinu, ef þú horfir til hægri, þetta er allt saman bílaleigur hann niður frá, það er bílaleigur út allt, það er risa pláss upp á Ásbrú, allt saman bílaleigur, ferðalagi hefst með því að fara á bílalegu, sækja sér bíl og vera 1-2 vikur á Íslandi og það líkur líka með því að keyra á bílaleguna og upp á flugvöll eða hótel og svo morgunin eftir á hótelinu upp á flugvöll. Þetta er aðstöðin sem er að bjarga þessu. Þannig að við sem samfélag þurfum á þessu stöð að halda þarna. Og þeir eru bara með löðrugustjóran í Keflavík eða á Suðurnesjunum og langstærsta vinnustæðin, sadíska kvöldið í Savia að leggja sig í einelti. Og ég get alveg sagt það að ef ég hefði búið í Keflavík, ég er nú þeirri stöðu að ég er einhleypur, ekki með konu og börn, þannig ég er í stöðu til að gera það. Ég hefði flúið bara, ég var löngu flúin. Ég er bara flúin. Ég gæti ekki verið að mæta fólki og lögreglunni í Keflavík eða starffólki í Savia sem ég til þess búin að eiga við síðust 2 ár út í búð. Bara það, ég gæti það ekki sko. Því að þetta er svo mikið ofbeldisbatteri. Þetta er fólk með vald sem er búin að misnota það og leggja því í einelti, reyna að rústa liðsviðværiðinu og allt þar eftir göttunum sko. Ég gæti ekki búið það. Og ég veit það að leigubílstjórar á Suðurnesjunum, ég hef séð á í samskiptum lögregluna sko. Það er bara, þeir eru ekki sáttir sko. Lögreglan á Suðurnesjunum er ekki að fá neina ást frá leigubílstjórum og starffólki í Savia heldur ekki sko. Nei, þú myndir örugglega heldur ekki fá mikla ást. Nei. Eftir þetta vita. Er ég búin að fara yfir strikið eða hvað? Ég mun örugglega líka að vera áleitin að fara yfir strikið með því að veita þér plattformin svo sagt, en ég veit ekki. Er ég það umdeildur eða? Ég veit ekki, með sko, það er mjög mikið að breyta sér samfélaginu og mín afstaða náttúrulega til þessara mála sko er bara að fólk segi meiningu sinna og eins og að sjá hlutina. Einhvern tímann var alltaf að bara fyrir örfáum árum, þá vorum við alltaf að hugsa það að við ættum að bera virðingu fyrir upplifun fólks, en ég veit ekki hvernig það er núna. Það er ástand. Þetta er að þróa, eins og þú segir, það er að aukast rasismin til dæmis. Það er hægt að klína því eitthvað á mig. Og myndböndin mín, en þetta átti aldrei að fara svona langt maður. Átti að búið að stoppa þetta af fyrir löngu síðan. Hvernig í óskopanum var ekki hægt að fá fullorðið fólk á planið í Keflavíkurflugvelli að stoppa þessa menn af, til að stoppa þá af við það að kasta þessa dólgana, að kasta rýrð á erlent fólk, að þess að hörunstök fólk í landinu, að því ég veit og ég merki það í farþegum sem koma í bílinn til mín
ég heyri það að leigubílafyrirtækjunum að það alveg rasismi í gangi, fólk bara farið að forðast ellenda bílstjóra og allt saman og ég veit að myndböndum mín spila stóra rulluðana, en eins og ég sagði, ég bara sendibóðin maður, ég sendibóðin, það áttu að búið að bregðast við þessu, það eru 1000 hlutir sem búin að bregðast í okkar samfélag, þöggt feminista, ég búin að lenda í heimildinni og ég búin að lenda í RÚV og bara hvað maður skynjaði það þegar það stungu hljóðnumannum upp í andlita með hvernig það voru tilbúin að snúa öllu gegn mér, sömu aðilar og búin að þegja í 2 ár, að því þeim fannst að þegja, það hjálpar. Það ekki að hjálpa, get ég sagt þér. Það hafi ekki þórað að taka á einu í 2 ár. Friðrik Einarsson, takk aðeinslega fyrir að koma. Má ég koma aftur einhvern tímann? Já, ég var að segja það. Takk kærlega fyrir að koma þangað til næst. Þórir að fá mig aftur? Mér slétt. Ég fæ svo mikið hita fyrir alls konar málma. Þannig að já, þú munt endilega koma aftur. Gott að sjá þig. Takk fyrir.